Já, komið heil og sæl og verið velkomin í Jazz After Dark á þessum, það þriðjudagurinn eftir verslunarmannadaginn. Já, það svona smá rið í mönnum, þreyta og annað, þannig að ég held að þetta veri kærkominn þáttur fyrir hlustendur Jazz After Dark. Já, búið að vera mikið gaman helgina og við höldum því bara áfram inn í vikuna, erum með virkilega skemmtilegan þátt í dag, aðeins öðruvísi. Já, við erum aðeins að breyta til, þannig að þú ert ekki að þróast, þá var þetta stana, þannig að við ákveðum að prófa eitthvað aðeins öðruvísi núna. Já, og þú ert að stana, þú ert að deyja og þeir sem vita það manna best eru kvikmyndaskólinn. Já, heldur betur maður. Og nú, sko við hefum sagt áður, en nú fer hver að verða síðastur. Þetta síðasti þátturinn okkar með þeim. Já, 10. ágúst, þá loka fresturinn, það seinasti dagurinn til þess að skrá sig í nám hjá kvikmyndaskólanum. Það leikstjórn og framleiðsla, skapandi tækni, handrit og leikstjórn og leiklistin góða. Og það má að sjálfsögðu sækja lán hjá Lín fyrir náminu. Já, þetta reynda nánast gefins, en jú, ef það ekki að skrapa þessu örfáum krónu til að þá getur við fengið lán hjá Lín. En annars þökkum við þeim bara kærlega fyrir samstarfið, búið að vera gaman að auglýsa námið og ég held sér flott nám. Já, 100%, ég hef búin að skrámi. Þetta leiklistina. Já, en að þætti kvöldsins, við setjum gamla skólan aðeins á hilluna. Já, komið tími til. Og hleypum ungu kynslóðina að, þeir fá sína fulltrúa í stúdíó Kalda. Og ákvæðum bara að byrja á byssunum, fyrst við erum að fara í ungu kynslóðina. Já, þess að tvo helstu. Já, gestur okkar í kvöld. Sigur á vagnum. eru Andri Steinn Hilmarsson, einn veikasti sjálfstæðismaðurinn þarna úti og Jónas Már Torfason, harðasti og veikasti vinstri maður landsins. Verið hjartalega velkomin í Pildar. Já, takk fyrir það. Ég hendi inn auglýsingunni þegar þið settu þetta inn í rittaragrúpunni ykkar og ég fekk ansi mikið að svörum frá svona 40 plus fólki, bara eitthvað, hvað meinar þið veikasti? Þú ert nú bara drullu duglegur og þannig að þetta er greinilega einhver kynslóða munur í þessu talandi ungu kynslóðinu í setti. Já, þetta er en það er alveg stemning fyrir þessu í ungu kynslóðinu, sko. Ég alveg nokkra félagi sem eru ungi sjálfstæðismenn, sko, það búið að klukki mig að líki svo saman við Ali vs. Forman og þetta er Nadal og hvað þetta nú heitir tennislið, það var alveg búið að bera þetta saman við það allra stærstu, þannig að þetta er svona það er eftirvænting úti í nýja skólanum, sko. Já, og við erum mættir og sumir kallar Davíð á móti Góliathinn í kvöld. Hver hvað? Segi ekki. Nei, við ætlum allar 12 loturnar í kvöld. Já, stefnum að það. Byrjum bara, hitum upp. Jónas, hvað gerur Versló? Ég var nú bara upp á Hálendi með pappa mín. Já. Við þryktum norður, ég fekk svona óvænt pappafrí, af því að það var kona mín búin að skipuleggja dagskrá með börnunum og svona gerði bara ekkert ráð fyrir mér. Leiðilegt. Og þá endaði þetta eitthvað svona, þú veist, já, mátt alveg koma með. Já, ég veit ekki með það, sko. Þannig að ég og pappi minni þryktum norður fyrir og fórum inn að heitir Íshólsvatn, sem er svona rétt það sem sprengisandur byrjar á Norðurlandi. Já. Við erum svona, bara ágætlega búnir, þannig að við pörkuðum okkur þar núna í 2 daga og vorum að kíkja á kajak og viðableikju og svona. Já. Mjög næs, sko. Þetta er svona lífsara helgi, sko. Já, sofa út, sko. Já. Hljómar hrikalega vel. Já. Fenguðu ekki bara fínt veður, eða? Það var, sko, spáin var náttúrulega best fyrir norðan, en þessar spár gerði ekkert nema að bregðast helgina, sko. Það var töluvert hvassara átt að vera, töluvert meiri úrkoman átt að vera. Það var fínt, skilur við, og við vorum ágætlega búnir, þannig að þetta var ekkert máli, en það var alveg, þurfti að bíða eftir stillunni, sko, til að geta farið að gera eitthvað skemmtilegt, sko. Andri, líklega einhver meiri óreglæði á þér? Nei, það var óvinni rólegt þessa helgina. Við fórum bara með foreldrum mínum og systur í Skorradal, í Bústað og dætuna með og þetta er mjög fínt, tókum ykkur dagsferðir svona inn í Borgarfjörðinn og hingað að þangað. Ég var svona endalaust að hugsa hverja næsta hleðsluð því ég er á rafmagnsbíl. Þannig að, þú veist, ég kom bara ein taugarhúa aftur í bæinn og bara feginn að vera með hleðsluð bara í göttunni, sko. Já. Frá Orkunáttúrunnar. Ég ætla að segja, fyrst að við minnumst Orkunáttúrunnar áður en við hjólum í þáttinn sjálfan. Þeir eru þetta búin að vera inn yfir kolana að koma fyrir. Þetta er bara svo gólkúlur, þetta er út allt. Já, þetta er alltaf gerast, það er að verða fyrir kvíða pjasa eins og Andrastein, þá geta þær anda léttar og léttar. Já, þeir eru konur út allt í Kópavogi. Við erum búin að setja rafbílastæði núna fyrir utan svona helstu skólabyggingar og íþróttamannvirki frá þeim. Þannig að það er bara, nú bara getur við hlaðið hvar sem er í Kópavogi. Já, enda best að búa þar. Kunnum þeim og ykkur bestu þakki fyrir það. Já, þeir eru líka allir frá Kópavogi, þannig að nema Leifsarinn sem er því miður frá
Vesturbænum, Sorgarsæði Reykjavíkurborgar, förum við yfir hana á eftir í þættinum. En það er nefnilega, það er einmitt gaman að segja frá því, sko, því við Andri vorum saman í grunnskóla í den, sko. Já, þekkist þið eitthvað, það er góð spenning. Við hefum búin að þekkjast nefnilega bara frá fornu fari og það er meira ennþá skemmtilegri að segja frá því að sem sagt, mín svona fyrstu afskipti af stjórnmálum er að brölda í prófkjöri fyrir hann Andrastein, sko. Já. Þegar hann blóðgaði marga, sko, mig líka. Þegar hann var þarna, sko, nánast rosalega ungur sjálfstæðismaður í prófkjöri hérna í Kópavogi, gerði það rosa vel og það var mikil stemning og ég held að enda nú með stórsigri hérna Ármanns og sjálflega hérna í Kópavogi. Þannig að það voru svona mín fyrstu formlega afskipti, sko. Það var nú svona stemningsdæmi, skilur, þá var bjórinn þarna og þú veist svona allt það, sko. Þannig ert þú svona smá Gunnar Smári, svona vasthæri maður, vinstri maður í dag? Nei, ég held að veri sko miskilningur að segja ég hef verið hægri maður, þetta var náttúrulega bara svona stemningsdæmi, skilur, og mjög gaman og lærdomsríkt og mitt, þú veist, bara allt í lagi með það, sko. Ég er nú ekki svo kaþólskur, sko, ég tala alveg fólk úr sjálfstæðisflokknum og miðflokknum og framsóknum og allt það, sko, þannig að það er ekki vandamál, sko. En nei, ég er bara svona krati, sko, þú veist, og talandi sko nýja og gamla skólan, ég er bara svona krata gamla skólanum, sko. Já, þú veist nú að segja okkur frá félagina fyrir þátt sem þú ert formaður í sem að, hvað félag er það? Já, það er sem sagt svona mín einu formlegu afskipta af samfylkingunni í dag er að ég formaði frjálslindra jafnaðarmanna, sem er svona hægri krata félagið í samfylkingunni. Já, er það ekki að skásta sem er að núti, Andri, á vinstri vagnum með? Jú, ég myndir að halda svona hægri kratar hérna eru oftast svona nokkuð skynsamir í sinni nálgun og hægri kratar hafa auðvitað núna sem sitja við stýrið í samfylkingunni. Þeir sem að voru það kannski ekki áður eru margir hverjir bara komnir borð, bara einhverjir sem mann þótti vera arkasta afturhald eru orðnir miklir virkinu sinnar í dag eða til í að leggja svona áherslu á kannski svona mildari mál en samfylgin hefur gert hérna síðasta áratuginn og það er þetta bara vel. Það er það sem maður brennir fyrir svona þegar upp er staðið, burtsér frá öllum flokkum að hérna séu einstaklingar sem að svona er að vinna heilindum og með rétta hugsjón fyrir brjóstu og það er auðvitað skipti máli að til dæmis gefa atvinnulífinu gott og mikið svigrúm til þess að vaksa og gefa til samfélagsins og það er auðvitað einhver hugsjón sem ég held að svona hægri kratandi geti svona fælt sig við. Já, klárt og ég held líka að við getum allir verið saman að það er náttúrulega gott fólk í öllum flokkum og bara leiðið þeim að dreifa sem víðast. Förum aðeins yfir fréttir vikunar og þetta er smá skrítið að tala fréttir vikunar á þriðjudagskvöldi en við ætlum samt að gera það sem er búið helst í deiglunni svona eftir Vestlumanningina og það var eiginlega risafrétt sem datt í morgun þegar Obba er búin að vera í eldhúsinu. Hún var ekki þjóðhátíð, hún var í eldhúsinu alla helgina. Norska leiðin í útlendingamálum, Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra sagði frá því í morgun að hún vil taka upp norsku leiðina. Þarna er hún að vitna í ítarlega greiningar á stöðum dvalarleyfa hér á landi. Þar kemur fram að gríðarleg fólksfjölgun í Íslandi stafi ekki af stefnu, heldur algjöru stefnuleysi hjá fyrrum ríkisstjórnum. Nokkrar staðreyndir fyrir ykkur kærulaustendur, undanfarin ár hefur vöxturinn verið meiri en innviðir landsins þola. Hlutfallsleg fjölgun hefur verið 15 sinnum meiri á við Evrópumeðaltal og hún er 4-föld á við Norðurlöndin. 2/3 af þessari miklu fjölgun hefur verið borin uppi af erlendu ríkisborgurum. Þetta er auðvitað haft, eins og við töluðum marghátt í sem þætti, mikið áhrif á húsnæðismarkaðinn og aðra innviði hér á landi. Sko, fyrsta spurning og ég ætla bara að byrja á þér, Andri, þú veist það, því að ég veit að það er voða vinsælt að vera á móti öllu sem ríkisstjórnin gerir, en verður við ekki að hrósa þessu það? Jú, og ég myndi alls ekki segja maður að segja móti öllu sem ríkisstjórnin gerir, bara alls ekki. Það er þvert á móti, fannst mér að fara vel að stað þegar hún kynnir hagræðingarhópinn. Ríkissjóður er fyrst og fremst að glíma við tekjuvanda, við útgjaldavanda segi, ekki tekjuvanda. Það er farin að tala um þessu skattahækkun minna. Nei, ég bara segja og ég bara byrjaði þetta kjörtímabil á að hrósa ríkisstjórninni fyrir þetta og leist vel á þó að maður hann ekki svona séð nýja fylgja kviði og núna þetta með útlendingamálin, það er ekkit leyndamál að síðustu ár þar á meðan þegar Sjálfstæðisflokkurinn er í ríkisstjórn þá er allt of mikil og hröð fjölgun erlendra borgara
ég myndi vilja aðgreina auðvitað þá sem koma hérna á grundvelli ES og koma hérna til að vinna og búa eða þá bara yfir eitthvað skeið og snúa aftur til heimalandsins. Það auðvitað svona fólk sem leggst kannski ekki mikið á kerfið. En svo í hina rönduna ertu með verndarkerfið og flóttamenn sem að svona önnur ella en þrátt fyrir að þetta sé kannski svona sikur hópurinn, þá það samt þannig að þegar að fólki fjölgar svona mikið og svona hratt á stuttum tíma þá allt í einu rankar við þér að fá árumliðinum og þú ert eiginlega hættur að kannast við þig í eigin landi og ég held að allavega upplifi ég þetta og mér finnst ég oft skynja þetta í samtölum mínum við aðra að fólki svona alveg hætt að lítast á blikuna. Það fer út í verslun og annarkveð maður eða meira af erlendu bergi brotin. Þannig að augljóslega þarf að spyrna við fótum og þá sér í lagi, myndi ég segja, gagnvart verndarkerfinu og flóttamönnum. Nú auðvitað þannig að síðustu ár hafa verið algjörlega gegnsýrð af einhverjum vókisma. Það sem að kannski má nefna þjóðþekktur listamaður málar mynd af dómsmálaráðherra í nasistabúning og það fram eftir göttum þegar fólk reyna að tala fyrir eðlilegum breytingum á útlendingalöggjöfinni og við erum ekki að tala einhver risastór skref, þetta voru mörg lítil skref sem var verið að reyna að stíga en þetta var fólk var kallað rasistar, fasistar og hvað eina fyrir það eitt að vera að tala fyrir eitthvað sem mann hefur alltaf þótt vera heilbrigð skynsemi. Þar á meðal þetta einhverju leyti til dæmis Þorbjörg Sigríður sem að núna stendur þarna og talar þessi miklu vandamál sem að hún ætli sér núna að leysa og í því sambandi má þetta nefna að 2022 þá leggja þingmenn stjórnarandstöðunar fram þingsályktunartillögu að það skuli hætta brottvísa fólki til Grikklands, til Ítalíu og Ungverjalands. Og þar á meðal flutningsmanna Þorbjörg Sigríður, nú þetta dómsmálaráðherra, þar Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, Logi Már, Þórunn Sveinbjarnar þetta líka, Jóhann Páll, allt þetta fólk sem búið að taka algjöra uppeyju núna í málum. Þannig að ég segi bara, ég tek hatt minn ofan fyrir því fólki að sjá að sér í þessu rugli. Af því þetta var bara mjög vondu tími. En það þetta eins og fræktur orðið, Bjarni sleit ríkisstjórninni síðustu út af því að hann sá ekki fram á það að þeir næðist meiri árangur í útlendingamálum í síðustu ríkisstjórn. Og svona í aðdraganda síðustu kosninga ég átti nú vona að útlendingamálin eru stærri en mér veist kannski svona að mörgu leyti má segja að það voru bara allir sammála þú veist að þetta væri bara vesen og þyrfti að laga þetta. Mér veist allir bara einhvern veginn vera komnir á þann bát í aðdraganda kosningara. Þessi norska leið sem að ég las í fréttum í morgun það verður áhverjum að sjá hvernig hún tekur á til dæmis þessum snýra að verndarkerfinu af því að hún að tala dvalarleyfin, dvalarleyf á grundvelli atvinnuleyfis eða vegna náms þetta í mínum huga þó að sé bara góðriggjaldavert að taka þessi mál aðeins til skoðunar þá þetta kannski ekki það sem almenningur að kalla eftir. En síðan líka að tala að breyta þessari 18 mánaða reglu. Það að segja ef að málsmeðferðin dregst fram yfir þann tíma að þá fáur að byrja upp á nýtt. Og auðvitað það, í fyrsta lagi bara mjög vondur hvati að þú ert basically að bjóða fólki upp í eitthvað feluleik. Og það alþekkt að fólk að flótta undan réttísinni ef við skildum kalla það af því að veit að ef það næra fella málsitt á tíma að þá getur það bara komið aftur og byrjað á nýtt og þar með búið að kaupa sér 2 ári í viðbót hérna í landinu. Þannig að Í minnsta. Já, en ég segi bara, ok, fínt sko, alla breytingar í rétta átt, ég styð þær og ég held með þeim. Þannig að, en talað að hún sé búin í eldhúsinu, þá kannski þetta má segja að maður hefur þótt kannski fara lítið fyrir ráðherrunum í sumar, svona heilt yfir. Ok. Svona lengi vel var þetta bara Þorgerður Katrín sem var hérna í fréttum og það bara eins og allir hafi bara eftir að þingið var slitið bara keypt sér miðað með plain á og eða öðrum flugfélögum og skellt sér eitthvað út í sóluna sem bara ágætt en það ekki mikið sérstilegri í sumar fyrir nýlega. Nei, sko Jónas frábær ræðið frá Andra mér langar líka sko þetta eitthvað allt annað en vinstarfólk hefur verið að tala fyrir þetta eitthvað glænýr tónn eða eitthvað. Já, sko
Jú, ætli það ekki sko, ég meina Mette Frederiksen náttúrulega svona ríður á vaðið þarna í Danmörku og fær mikinn skít fyrir sko, en hún svona kannski bendir á þá augljósu staðrind og eitthvað sem sko ég hef tekið eftir að fólk á auðvelt með að samþykja svona einhvern veginn. Þú ert búsettur í Danmörku? Ég er búsettur í Danmörku sko, en þetta er í rauninni fyrir þann tíma en hún bendir á það sem að fólki virðist einhvern veginn auðvelt að samþykja á blaði en erfitt í framkvæmd að þú getur ekki verið með velferðarkerfi og opin landamæri og hún herðir þarna töluvert á útlendingastefnunni og fær mikinn hún bara tölur niður í svaði fyrir það á sínum tíma en í dag eru Danir ekkert lengur að tala útlendingamál. Ég meina Dansk Folkeparti var bara jörðuð þarna á örfám árum með þessari stefnubreitingu Mette Frederiksen sko. Og það sem virðist einhvern veginn vera núna meira og meira samþykkt eða sko nema svona hófsamir, skynsamir miðjuflokkar bjóða upp á ásættanlega útlendingapólitík að þá fá öfgarnar bara að hlaupa með þetta í einhverja vitleysu og það er það sem við erum að sjá svo víða í Evrópu en ekki í Danmörku af því þar var þessi umræða bara kláruð hún var bara done og en þann dag í dag, ég meina það er bara voru kosningar fyrir stuttu, það var enginn að tala útlendingapólitík sko, þeir eru bara að spá í öðrum hlutum í dag sko. en sko varðandi þróunina hérna heima ég meina, verndarkerfið hefur Tekur undir það sem Andri var að segja? Sko ég tek alveg undir eitthvað að því sko, ég held að sé klárlega eitthvað sko sama hvort mönnum líki það betur eða verð að þá held ég að stjórnmálamönnum sé ekki stætt að heyra áhyggjur almennings að það upplifi sig sem útlendingi í eigin landi, að því þetta heyrist og ég tek bara undir með Andra, ég heyri þetta líka í samtölum ég held að stjórnmálamönnum sé ekki stætt að heyra þetta og einhvern veginn afskrifa þetta bara sem rasisma það er bara ég held að það sé bara einhvern svona frumskylda að hlusta á þetta og bregðast við ef það er upplifun fólks hvaðan það kemur þessi upplifun almennings, það er síðan kannski eitthvað sem við þurfum að ræða og fá á hreint ég meina Andri nefnir verndarkerfið og það er alveg rétt að það hefur blásið út en það er sko í fyrsta lagi brot af þeim útlendingum sem hingað koma þannig að sko upplifun fólk sem að það sé útlendingur í einn landi, það er ekki nema bara mjög litlu leit út af verndarkerfinu. Langstærsti hluti þeirra sem hafa komið hingað í gegnum verndarkerfið eru annars vegar frá Úkraínu og ég held að það séu nú flestir á því að við, þú veist, bara sem vestræn lýðræðisþjóð berum skylda til að hlaupa þær undir baka og frá Venezuela. Og það er í rauninni á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma þegar sko, ég man ekki hvort það sé, þegar Maduro er kosinn forseti í Venezuela, að þá í einhverju svona kaldastríðs anti-kommunisma flippi er bara sagt hérna, heyrðu, við ætlum að bjóða bara öllum Venezuela-búum sem vilja koma hingað, no questions asked, af því að þarna var komin einhver vondur kommunisti og við þurfum að bjarga þeim frá því. Og svo ranka menn við sér nokkrum árum seinna og fara að tala að verndarkerfið hafi blásið út. Menna það, þú veist, það er bara eins og það er. Ég held hins vegar að þessi upplifun fólks og þessi upplifun fólks sem sko stöðnuð kjör og tengingu þeirra við útlendingamál, það er ekki verndarkerfið sem fólk það sem svo tilfinning kemur. Það er miklu frekar EES-borgarar og það er held ég að miklu leyti að bara svo atvinnustefna sem hefur verið rekin hérna landi er að það hefur verið bara þótt allt í lagi að treysta á að hagvöxtur komi frá ferðaþjónustu til dæmis sem hérna, það er auðvitað mikilvæg atvinningarein í þeim skilningi að hún skilur okkur gjaldeyristekjum sem við erum mjög háð en þetta eru lágframleiðni störf og það gleymist alltaf í þessari umræðu að þú ert að sko drífa hagvöxt áfram með fjölgun lágframleiðni starfa að þá er sko hagvöxtur að mannu þetta að fara lækandi og það hagvöxtur að mann er það sem maður myndi túlka sem lífskjör þannig að þarna er fólk sem er að sko bæta minna við hagkerfið en meðal maðurinn sem er þarna fyrir og þá dreifist kakanu þetta á fleiri hausa sko
fólki sem að koma í þessu störfi er ekki hérna, þú veist, ég ætla alls ekkert að alhæfa en sem sagt þetta er ekki æskilegt að þetta sé það sem að drífa áfram hagvöxt, miklu frekar myndum við að vilja sjá að það sé rannsóknir á þróun og fjárfestingar og verðmætasköpun sko. Áðurinn hleypi Andra aftur að langar að spyrja þig sko að því hann talar um að auðvitað slíti Bjarni ríkisstjórnin út til að mynda útlendingamálum, en finnst þér Sjálfstæðisflokkurinn geta falið sig endalaust að baka við að VG hafa bara svona hræðilegir? Nei, menn og þau hafa náttúrulega verið með sko þennan málaflokk svo lengi og ég veit alveg, skilur, ég ætla ekki að vera ósanngjarn, ég veit alveg að Sjálfstæðisflokkurinn vildi fara lengra, skilur, og það er bara gott og vel. Hvort hún hafi síðan endanum sprengt þessa ríkisstjórn út af þessu máli eða hvort að hún hafi einhvern veginn svona verið dauð miklu fyrr og einhvern veginn hangið saman á ótta fólks við að ganga til kosninga. Ég skal ekki segja sko, maður ber auðvitað pólitíska ábyrgð á því sem á þeim ríkisstjórnum sem maður er í, skilur og ég er ekki svo barnalegur að segja að maður er ekki að miðla málum og sætta sig við málamiðlanir í ríkisstjórn, auðvitað er það þannig en þú berð samt sem maður ábyrgð á því, skilur þannig að það er ég held að það sé mjög erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að segja, já við vildum alltaf gera þetta miklu betur en samt einhvern veginn leiðast áfram í ríkisstjórn sem var ekki tilbúin og gat ekki sameinast að gera eitthvað í þessum málaflokki. Það er alveg sjónarmið og eitthvað sem Sjálfstæðisflokkurinn er að glíma við í dag, myndi ég segja. Þetta er eitthvað sem að fólk er ekki þakklað fyrir að hafa setið of lengi í ríkisstjórn þar sem að þessi málaflokkur og auðvitað fleiri málaflokkar fóru ekki kannski eins og við hefum viljað sjá það. En spólum að sattur í tíman, ég var að lýsa aðeins þessu vók sýrða tímabili sem var hérna þessum tíma. 2017 bara gerið tilraun til að reyna að mynda ríkisstjórn harðari stefnu í útlendingamálum. Ómögulegt, algjörlega ómögulegt. En spólum til 2021, þá er komið annað landslag, þá var sannarlega grundvöllur, Sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkur Framsókn eða í staðinn fyrir Framsókn, flokkur fólksins. Þetta er eitthvað sem hefði mátt telja til íhaldsamari flokka á þeim tíma og í dag í útlendingamálum. Þannig að það var sannarlega grundvöllur fyrir því, þetta er í miðju COVID, ég ætla ekki að vera að afsaka þetta, ég sjálfur er bara þar að þetta voru bara mistök og en manni leiðist auðvitað þegar menn einhvern veginn er að láta eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafa bara vilja fá alla þessa útlendinga til landsins, alls ekki, ár eftir ár, dómsmálaráðherra eftir dómsmálaráðherra var fólk að berjast fyrir breytingum og mætti málþófin á þingi og svona tillögum, svona rugl tillögum sem var að lýsa hérna áðan frá bara nánast öllu ráðherraliðinu í dag og það sem að fólk var útrópað og svona og þá er þetta kannski ekki bara spurning ábyrgð stjórnmálaflokksins, heldur líka spurning ábyrgð þjóðarinnar þegar hún kýsir flokkar sem tala með þessum hætti og er ekki hægt að mynda meirihluta fyrir einhverjum sem fólk horfir núna um öxtina og segir af hverju gerum við þetta ekki öðruvísi. Að það voru sannarlega flokkar eins og Sjálfstæðisflokkurinn sem vildu gera þetta öðruvísi en gátt ekki mynda ríkisstjórn og þá er ég að tala fyrst og fremst 1721 að halda þeirri ríkisstjórn áfram voru held ég mistök og menna það sýnir sig líka bara að þeirri ríkisstjórn var slitið en það var einhvern veginn svona hugmyndin að klára COVID-ið og það vissi náttúrulega engi hvað beið okkar á þeim tíma samfélagið einhvern veginn í lamasessi og engi gerði sig grein fyrir því hvort það væri ári viðbót eða 10 ári viðbót og svo fram með til götum þannig að í svona óvissu þá allavega í öllu falli auðvelt að horfa núna aftur um öxlina og segja það hefðu við ekki átt að gera og miklu frekar leita á slóðir flokka, íhaldsamari flokka og sýrilega útlendingamálum þá væri við ekki á eins slæmum stað í dag og raunberi vitni því að það er bara tilfellið að ég er svona alltaf verða meira þeirra skoðunar að ég held að fjölmenningarsamfélög séu ekki leiðin áfram. Ég held að það sé auðvitað ágætt að það sé eitthvað blöndun og ég held að það sé fínt að fólk hafi frelsið til þess að ferðast milli landa og búa og vinna en þeir eru að blanda saman mjög ólíkum menningarheimum og trúarbrögðum þá munu koma upp núningar og fólk svona missir þetta sameiginlega einkenni eða svona hvernig sem maður myndi koma því í orð identity, Íslendingara eitthvað svona þjóð sem stóð alltaf saman í öllu og svona áttum okkar góðu nágrannaríki en samt einhvern veginn eyja í norðri Atlantshafi þetta var svona ákveðið hvað þjóðarstolt eða
eða einhver svona enginn sem við áttum sem Íslendingar og manni finnst því miður bara vera að fjara undan þessu nú segi þetta ekki sem svona einhvern veginn til að blása einhvern veginn með út sem mikil svona þjóðerni sinna en þetta bara það sem gerist þegar þú ert að blanda þjóðum saman í landi að þá þarf þetta að láta undan, það bara segir sér sjálft. Já, sko, ég ætla að beðið afsökunar Andri ef ég er að mistúlka orðin, sko, en með þessi skref sem Þorbergur ætlar að fara, tala um þessa norsku leið, mér finnst þú dálítið tala um að þetta er gott skref í rétta átt, en mögulega þarf að gera meira. Nú ætla ég að vera smá ósækjandi og spyrja bara, segjum bara ef að þú myndir halda dómsmálaráðið núna, eða sjálfstæðisflokkurinn, hefur viljað ganga enn lengra, hvað á að gera? Hvað er það sem að þú hefði viljað sjá Þorbergur gera, eða á að gera? Já, sko, það sem að við stöndum frammi fyrir og Jónas myndir nú áhandlus á Venezuela, þá er það þannig að þó að ákveðin þættir í ákveðin sem voru teknir í dómsmálaráðinu sín tíma hafi verið þess eðlis að flýta fyrir veitingu á vernd frá Venezuela til Íslands, þá er það samt þannig að þegar að menn vildu skrúa fyrir þetta, þá var það undir sjálfstæðu úrskurðarvaldi kærunefndar útlendingamála að meta ástandi nægilega tryggt til þess að það mætti fara að synja. Þannig að það er ekki þannig að dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins hafi verið á grænatakkanum bara á fullu og af því þegar menn nýta rauðatakkan þá virkar hann ekki. Og það er eitthvað sem við sáum til dæmis bara að því vorum að ræða Venezuela áðan að þetta er þá háð því að það fer fram mat á þeim aðstæðum sem að ríkja í þeir ríki sem fólk er að flýja og það sem að ég held að skipti miklu máli það er að taka á fjölskyldusameiningunum það er svona snjóbolti sem getur svolítið hlaðið utan á sig kemur einhver einstaklega til landsins og hann þarf á vernd að halda og svo getur bara komið annar og annar á grundvelli fjölskyldusameiningar menn það er nú eitt sko við höfum bara séð þetta dæmis frá hinum þessum löndum þar á meðal þú veist fólk frá Gaza skiljið sem að er fast þar og reynda þarf ekki að koma á grundvelli fjölskyldusamningar, það er ekki tilfelli af því að þau eru frá slíku svæði að það er bara automatist vernd við erum þetta skuldbundin af flóttamannasamningi og ef maður vill sko raunverulega ná einhverjum tökum á íslensku landamærum og hverjum við tökum á móti þá þarf að fara að skoða alvarlega til dæmis bara aðild að slíku samningum. Nú er ég ekki að segja að það sé kannski það sem við þurfum að gera, en þetta er samt eitthvað sem við þurfum að fara að ræða. Okay. Ef að við viljum ná tökum sjálf á okkar landamærum, þá þarf að fara að skoða svona stærri aðgerðir af því að á meðan það er ekki gert, þá erum við bara bundin af þessum alþjóðlegu sáttmálum sem við undirgengist og taka þá fyrst og fremst mið af þeim aðstæðum sem fólk er að flýja. Og þetta er fólk sem er að flýja mjög erfiðar aðstæður. Og það er enginn að segja annað. En maður hefði haldið að það væri kannski betra að taka til sem valdið til þess að geta þá frekar ákveð eitthvað tiltekinn fjölda sem sækir út sem kvótaflóttamenn eða eitthvað slíkt. Já, algjörlega, bara til að slúta þess að það var smá undirfrétt bara í þessu sem að mér fannst það merkilegt, talað um þess að brottfarastöð og greiningastöð á landamærunum, kannski líklega búið tilkynna áður, en Jónas, er þetta samt ekki alveg hjúts eða er þetta ekki bara flóttamannabúðir eða? Nei, þetta er ekki nýjar fréttir og ekkert sem er nýtt í umræðinu sko. Það er nú þannig að þegar sem sagt stendur til að vísa einhverjum brott og viðkomandi er metin svona ósamvinnufús að í dag er það þannig að fólk er bara vistað í gæsluvarðhaldi og ég er allavega kannski er ég bara svona mjúkur sko en mér allavega finnst fullt tilefni til þess að einhvern veginn fara mjúkari höndum um þetta fólk í þessum erfiðu aðstæðum er komið hingað að flýja einhverjar aðstæður og er búið að fá höfnun og það er annarkvort verið að fara að vísa brott í til einhvers annars Evrópuríkis sem það hefur komið til fyrr eða þá bara aftur til síns heima eftir atvikum og það geta verið alls konar sko að ég held að það sé miklu betra fyrir alla að fólk sé þá bara í þar til gerðri aðstöðu sem það er það eina sem þetta er sko það er bara svona aðstæð það sem tekið á móti fólki og það sem fólk er sett á þeir en það á stendur til að vísa því brott sko en sko varðandi norskuleiðina þá held ég að sko, hún eins og ég skil hana er í rauninni sko þriðji hlutin af þessu, það er hvorki fólk frá EES eða flóttamenn heldur fólk sem bara kemur hérna utan Evrópusambandsins og sækir dvalarleyfi
og stefnubreiting þar sem sagt og það þessi norska leið að einbeita sér frekar af fólki sem hefur þá eitthvað fram að færa til hagkerfisins og ég held að það sé fullkomlega forsvaralegt þegar maður að tala þennan hóp. Þetta þá fólk sem að koma frá öruggum löndum utan Evrópusambandsins, þannig að þú veist við erum ekki skuldbundin til að taka móti neinum og þá finnst mér fullkomlega eðlilegt að við veljum og höfnum eftir því hvað hendar okkur í þeim efnum sko. Mér finnst það bara no-brainer sko. og við höfum engar skyldur til neins annars þar, þannig að þetta svona bara ég get ekki ímyndið mér að þetta verið umdeilt sko. Við erum þá bara að færa okkur yfir í Evrópusambandi. Kannski eitt að lokum, Andri Steinn, þú myndist á gjaldtökuna og að vera sanngjarnt að rukka inn á stæði sem að bjóða ákveðna þjónustu þegar kemur að ferðamanna innan eitthvað sem vilt bæta við það? Já, sko það sem að svona kannski ótengt þessu máli sem líka og kannski ekki alveg við að svona fara þangað í. Við vorum bara aðeins gjaldtökuna á þann á þessu svæði eins og öðru. Þá veldur það mér svona örlitlum áhyggjum. Bara Íslandi eru þetta reiðir sem mikið á ferðaþjónustu og svona mér finnst þessi þróun sem eiga sér stað hérna, þar sem að rukkað inn á hvern einasta svona kannski leið okkur að einhverju braut þar sem að gæti orðið fráhrindandi að koma hingað til lands og nú veltum að fyrir sig hvað sko fyrirætlanir ríkisstjórnin hefur varðandi gjaldtöku á ferðaþjónustuna. Nú hefur það verið boðað að það verði komið á einhvers konar gjaldi og mögulega því svo gjaldtaka að það verði þá rukkað inn á þessi svæði sem eru í ríkiseigu. Einhver myndi segja að það sé bara sanngjarnt að það sé rukkað þar eins og annars staðar. En þegar þú ert að taka upp veskið á hverjum einasta stað, menn þetta ekki eins og oft þú ferð inn í eitt þjóðgarskilur og ert þar og ert að ferðast í erlendur löndum, heldur þú ert að keyra bara milli staða, stoppar á 30 til 60 mínútum fresti og ert að skoða allt út allt. Alltaf einhver nýr rekstraraðili á hverjum stað og ert að borga alls staðar. Þetta eitthvað sem að ég held að ferðaþjónustan þurfi sko að velta mjög fyrir sér. Nú ég ekki að móti að menn sé að taka eitthvað sanngjarnt gjald fyrir eitthvað aðbúnað á þessum stuðum. Það þarf að halda vegum við, það þarf að jafnvel mannastaðina, það þarf að leggja stíga, klósett og framvegis. En ég held að það sé svona miklu að keppa, að reyna að koma þessu undir eitthvað svona eitt passa, skilur, þar sem þú ert bara búin að borga þig inn á fleiri staði. Og ég held að samtök ferðaþjónustunnar þurfi svolítið að hafa kannski forystu þetta af því að annars gætu við einhvern veginn bara átta okkur á því innan fárra ára sko að þetta sé bara orðið svolítið svona óspennandi að koma það er að vera að taka pening að þér á öllum stuðum. Við vitum að það dýrt fyrir að koma til Íslands þannig að ég nýti þennan vettvang ég koma svona hvatningu til ferðaþjónustunnar þetta. Jónas, þú ert að tala að þessi störf er ekki að skapa meiri hagvöxt per landsmann, að þetta veru lág hagvöxtar störf framleiðni störf er eitthvað sem vilt bæta við það, ertu sammála þessu? Já, sko, maður hefði kannski fundist eðlilegt að það nú svona bara þetta basic með kapitalisman, sko, eða þú ert með mikla eftirspurn eins og við höfum, við erum með vöru sem bara landið okkar og það bara töluverð aðsókn í það að í staðinn fyrir að fara full force í það bara reyna að fjölga einingum, skiljið, fjölga ferðamönnum sem koma og reyna, þú veist, halda einhvern veginn svona innkomunni hækkandi þar að freka bara skrú upp í verðinu, skiljið, það náttúrulega balansin í markaðnum að þegar það mikil eftirspurn þá getur hækkað verðið og þá temprast þetta og ég held að það hefði verið miklu betri leið fyrir okkur sem land að fókusera frekar á að fá meira frá hverjum ferðamanni og ég veit mæta vel að það hefur sko rokið upp kostnaður í þessu en enga síður þá þetta bara mjög eftirsóttur staður og það eru bara ríkir ferðamenn sem koma hingað og mér finnst bara allt í lagi að þessi áhersla á að fá meira á hvern ferðamann frekar en að fjölga bara ferðamennum og reyna þannig að græða þessari atvinnugrein. Og ég hef verið svo lánsamur að koma til Galapagos og það einmitt, þú veist, það bara stýrt aðgengi, skilur. Það náttúrulega gríðarleg náttúruperla, fjölbreytt dýralíf og þú veist, eyjan bara myndi ekki þola álag, eða eyjurnar myndi ekki þola álag vel.
þannig að það er bæði sem sagt sko sótt að koma og það er náttúrulega töluvert dýrt og svo er bara greitt sem sagt komu gjald. Okkur eru náttúrulega einhver leiti þessar bjargir bannaðar út af sem sagt, stöðu okkar innan Evrópusambandsins, það sem náttúrulega eina stóðum kerfisins er frjálsflæði fólks sko innan hins innri markaðar. En ég held og ég vona að það sé verið að skoða leiðir einmitt til þess að koma inn einhverjum svona passa sko, að því að aðalatrið er kannski ekki sko hvernig er rukkað. Ég held að það þurfa að finna bara einhverja skynsamlega lausn eins og Andri talar sko, einhvern svona passa eða eitthvað. En ég er alveg sammála sko, ég held að við þurfum að finna einhverja lausn á þessu og ég væri til í að sjá meira í þá átt að það sé bara verið að einblína á þann markað að það eru bara ríkari ferðamenn og reyna að fá meira á hvern ferðamann frekar en að þetta séu sem sagt þá fleiri. Já. Af því það er náttúrulega gríðarlegt álag sem fylgir því. Já, klart. Bara þannig grípi aðeins á lofti. Ég er kannski ekki alveg sammála því að sko, við þurfum einhvern veginn að fara markvisst í því að fækka ferðamönnum. Það er kannski ekki að fara að sækja annan eins fjölda á næstu örfáum árum, skiljiði, þetta er alveg komið að þolmörkum ansi víða, en það er vel hægt að byggja upp einhvers konar þjónustu fyrir þeirra svona high-end ferðamannahóp án þess að það einhvern veginn fel í sér það að við séum að losa allt annað, menn þetta er fullt af fyrirtækjum sem að gera hreinlega út á hinn almenna ferðamann, skiljiði, sem er bara ég og þú, það er líka þannig að ég veit ekki hvort að við teldum til sko efnaðir í ferðamanna einhvers staðar. Við værum bara á booking.com að sortira hótelin eftir lægsta til hæsta og reyna að finna eitthvað sem að skora nóg hætti gæðum með verð og það er bara eðlilegt og gaman að fólk vilji koma og sækja landið heim en ég held einmitt sko ef við ætlum að fara að taka upp gjaldtöku á öllum stöðum, nánast óháð því hver þjónustan er á hverjum stað, að það allan er svona að fara fast trakk okkur í það að bara fæla fólk frá landinu og ég er svona geld ákveðin varhugið því. Já. En við ætlum að fara okkur í aðra sálma. Þátturinn er búinn núna. Hlöðum bara að taka út af því. Við ætlum að fara yfir í Evrópusambandi í boði Volt. Já. Lífið bræðast einfallega betur með Volt. Vá, heldur betur með. Það er náttúrulega allt sem þú getur fengið heim á dyrum. Já. Hratt, örugglega og góðu verði. Svo er þetta Volt Plus, það eru bara 0 krónur í heimsendingagjald. Heldur betur. Og fyrir það sem að frekar áhuga þá er þetta stutt sem við fengum Jón Má til okkur ræðið og þetta er þetta þræl áhugavert fyrirtæki sem hefur rutt sér til brautar ekki bara á Íslandi heldur við annars staðar og er partur af og bara stærri fjölskyldu. Já, í guðuna benn líka sparið kólinsborðið og ekki vera að fara að senda eitthvað sjálf út í búði, ekki, ég treyst ykkur ekki, farið bara að láta Voltarna gera það. Það er akkurat það og svo er það þetta kaldi, við erum í kalda stúdíónu. Já, við Andri erum í köldum. Já. Hvað er eiginlega eðlilegt að gefa þjórfí á Volt? Það við eitthvað svarið því? Já, það er svona 450 kallinn, dálítið talað um. 450? Já, ég er þar. Óháð stærðböndunar eða? Já, mér finnst það svo góða manneskjur sem er að sendast með þetta. Svo er hægt að fara í custom og gera ennþá hærra, sko. Ég hef alveg gert það, sko. En já, alltaf að gefa þjórfí, þetta er góða punktur í andra. Er það kultúr á Íslandi? Nei, ég veit það ekki. Ég spyr, ég eiginlega vegra mig við því að panta það, ég veit ekki hvað ég gefi þjórfí. Þetta er ákveðin spurning, það hefur ekki tíðkast hingað til eða hvað? Já, náttúrulega líka svolítið, þetta er öðruvísi í Danmörku, sko, þar er allavega bara sett, sko, prósetta. Ég set það alltaf bara, ég held að set, þú veist, það er eitthvað svona 10, 15, 20, ég set alltaf bara 20 að því það er góðmanneskja. Já, nú heyra hlustendur, sko, hvað ég er samviskusamur og góður, sko. Nei, menna, Já. Ég seti aldrei út í 30. Við þurfum að 100%. Við þurfum að halda vel á spörum, það er að nægu að taka hérna. Já, við erum ennþá í fréttum vikunar. Já, rétt bara aðeins sumakaldi þetta. Já, hann var ekki að svala Þorsteinn í hitanum þessa helgina. Ekki í Eyjum, en hann var að gera það á Neistafliði á mér á Neskaupstað. Já, ég held við eigum nokkrar góðar helgar inni, þar sem að sumakaldi fara að njóta sín. Já, myndi fara fólki vel. En það gaf þeim sumar í hjarta. Rétt, en við byrjum á þeim atburðum sem gerist í síðustu viku. Það eru þetta þessi, setjum gæsaleppir á þessa skýrslu frá Gulla sem að það virðist nú bara vera eitthvað innanhúsplagg frá ráðuneytinu. Eitthvað post-it með yfir á hann, sko. Frá Gulla sem lag, en hann svaraði ágætlega fyrir það hjá okkur síðasta þætti, svo er þetta tollarnir frá SBS sem á að setja á kísil og svo framvegis. Byrjum á því, Jónas, gæti verið ástæðan fyrir því að þetta var ekki opinber skýrsla sé vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn
vildi ekki að kemist út í kosmos eða aðildarumsóknin okkar væri enn í gildi? Það geti alveg verið sko, ég fæ bara ekki séð að það skipti nokkru máli hvort að umsóknin sé gild eða ekki. Ég meina þetta þú veist svona... Það búið að rífast í mörg ástand. Já, og þú veist, og mér bara alveg sama það sko. Grundvalla spurningin bara, þú veist, ætlum við að halda aðildarviðræðum áfram eða ekki. Ef svo og þú veist, ef íslenska þjóðin ákveður að gera það, þá þetta þægilegt að þetta sé ennþá opið í bókum Brussels, þá bara tilhlaupið styttra, skiluru. En ég hreinlega fatt ekki akkur að það að fara svona mikil orka í að karpa hvort þessi umsókn sé ennþá í gildi eða ekki. Ég fæ ekki séð að skipti nokkru einasta máli í einhvern veginn, þú veist, í svona íslensku samhengi. Ég meina spurningin bara ætlum við að halda áfram aðildarviðræðum og það bara þjóðin sem á að fá að ákveða það og bara let's take it from there sko. Þú veist, þá bara tökum við boltan þaðan og höldum áfram að ræða við Evrópusambandið sko. Já, Andri? Já, það svolítið áhugavert að sjá hvað þessi Evrópusambandsumræða bara skalla okkur. Svona þetta síðustu kosninga, þá fannst mér Samfylkingin, Jónas, þú leiðir til með ef ég að fara rangt með, svolítið stinga þessu undir stólinn. Þetta var, það hefur nú verið svolítið í fréttum, fræðu þáttur sem var tekin upp kannski í þessu stúdíu ekki satt? Já, heldur betur. Það sem að Kristrún svona gefur því svolítið undir fótinn að ESB sér, jú, það eitthvað sem að Samfylkingin hafi alltaf haft einhvers staðar hérna hjá sér en það megi nú ekki ljúga og sé engin þörf á því að fara einhvern veginn að stíga samfélaginu í hverju tvær fylkingar og vildi freka fara að vinna einhverjum málum sem að væri hægt að ná strax svona raunhæfum breytingum á hérna innanlands áður við færum einhvern veginn að snúa okkur þangað. Svo einhvern veginn 71. greininni beitt núna undir lok síðasta þingi sem bara slitið öllum eiginlega svona til hálfgerðar furðu af því af hverju beitur 71. greininni ef þú ætlar ekki að klára einhver önnur mál þarna með og Úrsula mætti landsins einhver sameiginleg yfirlýsing eða hvað þetta var sjávarútvegsmálin varnarmálin og svo allt í henni RÚV kom með hendurnar eitthvað vinnuplagg innan úr ráðuneyti sem að var með einhverjum, ég nú ekki búin að hlusta á þáttið með Guðlaug Þór, hann hefur örugglega farið antalega betur yfir þetta en þetta er svona, Evrópusambandsmálin eru mætt og þau eru það mál sem að mun augljóslega lita mikið komandi mánuði og ég get nú alveg sagt það bara fullum fettum að þetta er ekki umræða sem að mér finnst óþægilegt að taka. Alls ekki. Auðvitað er breytt heimsmynd og einhvern veginn hægt að teikna einhvern veginn Íslandin í ESB af þeim sökum en mér finnst það nú vera svona svolítið grunnnálgun. Annað sem að svona fylgismenn ESB hafa nefnt auðvitað þessi gjaldmiðlamál sem að verður bara áhugavert að skoða í svona víðara samhengi. En það sem að mér finnst nú bara kannski svona fyrst og síðast vera það sem að við þurfum að ræða hérna sem þjóð. Það er bara, á hvaða vegferð er Evrópusambandið? Er þetta eitthvað sem að við eigum að vera að hlaupa þarna inn í? Nú hafa verið birtir ýmsir mælikvarðar á árangur álfunnar og sambandsins í samanburði við sem dæmi Norður-Ameríku eða Asíu. Og Evrópa er hreinlega ekki að koma vel út úr. Það er alltaf búið að reguleita atvinnulífið og í aðildarríkjunum allstaðar sem að hefur verið að draga svona þrótt úr verðmætasköpun og svona kannski talandi svona vók sýru og það er eitthvað sem kannski ESB eins og aðrir er að falla þá núna frá og kannski til lengri tíma munin á vopnum sinum að ný en mér finnst svona horfandi á það gegnum streymiskerfið þeirra í lífeyrismálum það er að einhver leiti tifandi tímasprengja við erum að ræða útlendingamálun áðan þar er staðan mjög víða ekki góð þannig að mér svona teikn á lofti svona, ef ég segja bara eiginlega óviðurský yfir ESB á svo marganhátt að það kemur eiginlega óvart að sérstaklega ljósi svona ummæla forsætisráðherra hérna fyrir kosningar að þetta mál sé einhvern veginn mætt til okkar. Ég hefði haldið að þessi ríkisstjórn hefði viljað halda þessum málum lengur
frá sér sko. Já, sko áður en ég hleypi Jónas eða það langar mig að spyrja sko, og tala þú ert ekki feiminn við að ræða þessi mál og sjálfstæðismenn á að tala það en þá spyr ég bara þið eru ekki feiminn við að ræða þessi mál þá spyrum við bara, er það ekki bara fínt leiðum bara leiðum þjóðuna að kjósa og menna, svo bara vinnur þá sem að fólki sá kosti sem fólki Jú, alveg hygglust, það er bara meira sjálfsagt og hérna erum við núna að ræða þessi mál og þetta er ekkert einhver formlegu vettvangur þar sem að þessi mál verða rætt, þau verða bara rætt í hérna á kaffistofunum og þau verða rætt í hlaðvörpum hérna og vonandi mun Ríkisútvarpið koma öflugt inn í þetta, þeir máttu nú eiga það, þeir voru með fína þátt að snemma í veiðigjallamálunum, þar sem að hérna voru bara hérna svona ágætustu kappræður og auðvitað hlýtur þessi miðill að gegna mikilvæg hlutverkið þarna og mikilvægt að hann sýni þá líka hlutlægni gagnvart ólíku sjónarmiðum og svona reyna að stuðla sem upplýstastri umræðu. Þannig að þegar að þetta samtal hefur farið fram þá hérna, sé ég ekkert að því að þetta verði kosið. En þar sem að ég kannski, og ég hef nú gagnrýnt það eins á Facebookinu mínu heldur betur að mér fannst þetta svona kannski óttalegt frumhlaup og svona örfándugum eftir En var hún ekki bara komið í heimsókn? Jú, menna hún var að koma í heimsókn en svona miðjan júlí, ég veit ekkert um það hvað þessi heimsókn er skipulögð en þetta er svona að koma þegar þingi er í fríi, þingi er alltaf í fríi miðjan júlí, þetta er svona utanfrá og það má þá bara hérna láta mann vita ef það er hérna rangt lesið en þetta er rosa heppilegu tími þegar stjórnarandstaðan er öll hérna án vettvangs til þess að beina fyrirspurnum til ráðherrana eða hérna vekja máls á einhverju sem snýra þessari heimsókn eða yfirlýsingunum tengdum henni í fundarstjórn forseta að þá skulum koma kannski algjör tilviljun, ég veit það ekki en mér svona ég ætla ekki að neita því, það læddist að mér sá grunur að 71. greinu var beitt og svo allir sendir í suma fyrir beint og eftir og Úrsula bara mætt 2 mínútum seinna þú veist ég veit ekki samsverðskenninga andri mættur já, hérna hendi á mig áhlattið eða hvað þið viljið sko en mér finnst það hérna svona það er allavega ykkur í þræðir þetta sko Jónas? Já sko, nú bara tökum við hérna í réttri röð sko þessi ummæli Kristrúnar að hérna Þú hlustar á þessu klippið ekki? Já, ég bara hérna mann þegar fór innan þátt hérna á sínum tíma sko að ég meina þú veist og það er bara alveg rétt, skilur, þetta var ekki áhersla samfylkingarinnar fyrir síðustu kosningar, það er bara mjög margt sem þarf að gera hérna heima. Samfylkingin hins vegar auðvitað Evrópusinnaður flokkur, ég meina hérna það getur varla komið fólki á óvart og hefur verið það frá stofnun og hérna og svo kemur Viðreisn sem keyrði nú helling á hérna Evrópumálum í kosningunum og flokkur sem byggður á ESB sko. Og samfylkingin og Viðreisn mynda sama ríkisstjórn ég meina hvað á hérna á samfylkingin að leggjast á móti þjóðaratkvæðagreiðslu bara því henni finnst það ekki áherslumál sitt á þessum tímapunkti auðvitað ekki og að fólk láti eins og það komi sér á óvart er náttúrulega bara svolítið fyndið sko og ég meina sko, þú veist, ég er Evrópusinni og það er alveg klárt en sú skoðun er ekki skilyrðislaus skilur, og það er bara, þetta eru bara frábær atriði sem Andri tínir hérna til hluti sem þarf að skoða en við erum komin svo langt fram úr okkur með það, ég meina fyrsta skref er ákveða bara ætlum við einu sinni að skoða þetta og það er á þjóðdöðinu þetta bara fá að ráða og svo þarf að komast bara að einhverjum samningi og ég veit að, hérna, að sjálfstæðismenn tala sko, að þetta er svona aðlögunarferli og það verður engin samningur til skoðunar og eitthvað en þá er verið að líta til allt annara aðstæðna þegar sko austur Evrópulönd voru að ganga inn í Evrópusambandið og það þurfti að taka þetta bara svolítið svona pakka inntöku sko. Við auðvitað bara setjum það sem skilyrði fyrir þessu í mínum huga að við bara höfum samning sem er hægt að leggja fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er bara skilyrði okkar fyrir því að taka þetta lengra er að við getum gert það og ég get alveg sagt það, ég meina, hérna, það eru alls konar sér íslenskir hagsmunir sem eiga ekki við sem til dæmis bara orkumál. Ég meina við erum eyja
orkulöggjöf Evrópa komin þaðan að því þau deila orkugriddi, skilur, og þá þurfa að vera einhverja sameiginlega reglur til að stjórna því. Sama með fiskveiðikerfi Evrópusambandsins. Það eru fjöldi þarna ríkja sem deila efnahagslögsögu og fiskistofnun, þannig auðvitað þarf að vera eitthvað kerfi til að díla við það. Og ég get alveg sagt fyrir mitt leyti, ef það er eitthvað skilyrði frá Evrópusambandinu að við leggjum sæstreng eða að við veitum aðgang að fiskistofnun innan okkar efnahagslögsögu, þá mun ég bara kjósa nei. Það er bara ekkert mál fyrir mér. Að því ég er ekki skilyrðislaust fylgjandi því að Ísland gangi inn í Evrópusambandinu. Ég vil bara sjá hverju er hægt að ná fram og það eru bara mjög sterk rök hjá Íslandi fyrir því að við eigum að fá hverskins undantekningar, því við erum náttúrulega óra fjarri þessar landfræðilega og höfum bara alltaf aðra hagsmuni. Svo er það þessi heimsókn Ursulu von der Leyen og það er mjög fyndið fyrir mér allavega að það sé talað að svona einhvern veginn það sé verið að matreiða Evrópamálin að því eins frá mínum bæjardyrum séð þá er framkvæmdastjóri Ursula von der Leyen að koma til landsins til að ræða samstarf í varnarmálum og hún er búin að fara út allt til að ræða það. Hún var í Kanada fyrir stuttu, skilur, þetta er bara geðveikt basic, maður hefði haldið að sjálfstæðismenn til dæmis og aðrir hefði getað tekið þessu fagnandi, jafnvel telt þessu fram sem rökum gegn Evrópusambands aðild, að hérna erum við komin með varnar samkomulag, við þurfum ekki einu svona að fara í Evrópusambandi til að fá varnarmáluna hreint, en nei í einhverju vanstillingu er boðað til einhvers nefndar í utanríkismálanefnd og þú veist, og það er stjórnarandstaðan sem setur Evrópumálin á dagskrá. Þetta er í rauninni tvennt algjörlega aðskilið þanga til að menn eru farnir að mála skrattan á vegginn og segja nú er verið að hann einhverja atburðarás og þá fyrst er einhvern veginn Evrópumálin komin á dagskrá. Já. Fundurinn í utanríkismálanefnd var náttúrulega þessi kísilmál og tollana þarum og alveg meira en eðlilegt að þingi sig upplýst hvernig vörnum Íslands er haldið upp í gagnvart Evrópusambandi í því máli. En var það ekki frábært dæmi hvað er gott að vera í ESB? Þetta eru tveir fundir, það var haldinn fundur líka út af heimsókn Ursulu von der Leyen, held ég. Stjórnarandstaðan kallaði alltaf eftir. Já, ok, þá bara byrst ég afsökunar á því. Já, ég veit ekki. Ég held að fólk sér auðvitað á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn er þegar að menn skynja að það sé ekki endilega mjög sterkt umboð til þess að hefja þessa Evrópusambands vegferð og ég rökstuði það ágætlega með bara yfirlýsingum í aðdraganda síðustu kosninga. Þú veist, Viðreisn yfirlýstur ESB-flokkur og þú getur bara þannig það yfirlýstur að þú getur nánast tala bara sérhagsmuni Viðreisnar í því að reyna að halda þessum Evrópumálu lifandi og koma einhverju umsókn og koma okkur þangað inn að þetta er eina sem flokkurinn er byggður upp frá Evrópusambands aðild og það er bara góðra gælt að verð menn að það er þeirra pólitík og í fínu lagi með það. Mér fannst Samfylkingin hafa verið í aðdraganda síðustu kosninga, ég fylgdi nú vel með öllum umræðu þáttum, mér fannst þeir hafa stungið svo alveg rækilega undir stólinn, alveg þannig að það var verið að opna þann möguleika að ESB yrði bara ekki issue fyrir Samfylkingunni við neina myndun ríkisstjórnar. Ég held að það hafi ekki síst vakið fyrir þeim, bara opið alla enda. En þú auðvitað skuldar samt kjósendur líka, þá skýr svör ef þú ætlar síðan bara að fara að hefja þessa vegferð af fullum þunga, menn menn tölum það að fara í atkvæðagreiðslu á seinni hluta kjörtímabilsins. Og ég hef ekki heyrt orðis áskynni að sjálfstæðismenn hafi gagnrýnt það einhvers staðar að þetta veri greitt atkvæði, alls ekki. Menn hafa verið að gagnrýna það að fólk yfir höfuð vilji tróða okkur inn í þetta samband út frá þessum rökum sem ég var að nefna hérna áðan. Og Jónas talar með þeim hætti að ESB muni einhvern veginn bara beygja sig og bugta fyrir kröfum Íslands. Bara halló, þú veist, 6 Evrópuþingmenn á 720, getur ekki haft á 60? Já, skoðum það, setjum við inn í samíkin. Nei, þetta er óumsemjanlegt. Og þetta sem að menn rekja forræði okkar yfir orkuauðlindum eða fiskveiðiauðlindum, það er auðvitað bara, kannski fyrir eftir hvaða fræðum þú lest, sko. Og nú er maður ekki dýpri í þessum málum en það, maður þarf að taka svolítið vitneskuna annar staðar frá. En svona þessi nálgun Jónasar að það sé hægt að einhvern veginn koma þessu inn í einhvern einn heildarsamming sem síðan verði lagður á borði fyrir kjósendur, ég held að það muni aldrei raungerast
og þvert á móti þegar við erum komin á þann stað að vera mögulega komin inn í Evrópusambandið innan fárra ára og höldum okkar forræði þá yfir orkuauðlindunum eins og Jón segir þetta teikna upp þá erum við bara einu sæsteng frá því að það sé allt saman farið. Við erum með 1 sæti af þá 27 í framkvæmdaráði sambandsins. Þetta engin ítök. Við höfum nákvæmlega ekkert hlutin að segja. Við erum örríki í stóru sambandi og ég held að svona þess utan þá liggja okkar hagsmunir ekki að öllu leyti með Evrópusambandinu. Við höfum notið þess að vera í EES. Við höfum aðgengi að þessum innri markaði. Við höfum fengið eiginlega það jákvæð og kannski einhver leyti það sem að Evrópusambandið er í grunni stofnað til þess að vera utanum. Það að segja að vera tollabandalag og efnahagssvæði. Við höfum aðgang á þessu í gegnum EES. Einhver segja að við höfum enga rödd við borðið. Já, en halló. 6 af 720 þingmönnum, 1 af 27 í framkvæmdaráðinu. Þetta engin alvöru rödd sem heitað getur og af því að menn nefna eitthvað varnarsamstarf við Evrópusambandið til sögunar, þá ætlum ég bara að minna á það að við erum með öflugasta herveldi landsins sem hefur sinnt vörnum fyrir Ísland og að samaskapi Atlants bandalag. Þannig að ég gef ekkert mikið fyrir það eitthvað herlaust samband sé að fara að halda upp í vörnum fyrir okkur sko. Það það allavega heilla mig ekki upp úr skónum og myndi ekki nota það sem átellu verið því að nú þurfum við ekki lengur að fara inn í Evrópusambandið. Já, sko, við erum alltaf að fara við völl. Sko, ég ætla bara aftur að ítreka, ég meina, ef fólk að leggja upp með að það fyrst kosið áframhald aðaldaviðræður, að þá þetta forsenda þess að það verði síðan aftur kosið endanlegan samning. Og ef það ekki hægt að stilla strengina þannig að það verði einhver samningur sem síðan lagður fyrir til atkvæðagreiðslu. Ég meina þá þessu sjálf hætt. Þá bara kemst þetta ekkert lengra. Og mér finnst bara allt í lagi að segja það. Já. Ég til dæmis, ég myndi ekki vilja gera þetta nema við getum fengið samning sem hægt að kjósa. Já. Og mér finnst bara ekkert að því að það sé nálgast þannig. Og sömuleiðis ef það ákveðin atriði í þessum samningi, þar sem við erum að gefa eftir hagsmuni Íslands, þá finnst mér bara ekkert mál að kjósa nei. Nei. Sko ef við tölum samningastöðu, ég meina við erum auðvitað ekki að fara að fá einhverja fleiri þingmenn í Evrópska þingið. Enda sko Evrópska þingið ekki drifkrafturinn í Evrópusambandinu. Það ráðherra ráðið. Og þar maður meira eða minna með neitunarvald sko og kaupin gerast líka þannig á eirinu sko að þau sem hafa sérstaka hagsmuni á málum fá að hafa sérstaklega mikil áhrif á það. Og ég held ég sé ekki að fara með rangmála við værum stærsta fiskveiði þjóð í Evrópu ef við myndum ganga þar inn. Það var mjög eðlilegt að við værum leiðandi í til dæmis sjávarútvegi. Og sko varðandi undanþáurnar, ég meina orkulöggjöfin nú þannig að hún var tekin upp eftir að Sjálfstæðisflokkurinn hleypti í gegnum sameiginlegu EES-nefndina á sínum tíma. Og staðan ennþá þannig að við leggjum sæstreng til Evrópu þá erum við háð þessum reglum, þá erum við hluti af evrópska orkugritinu. En það hefur líka verið þannig gegnum tíðina að þjóðirnar hafa geta samið undanþágur fyrir sínum hagsmunum. Frægasta dæmið, sem nú svona kannski í stóra saminginu frekar léttvægt, snusið hjá Svíunum. Já. Það sem það bannað nema í Svíþjóð. Þau fá undanþágu til að halda þessu áfram þar. Og þá erum við að tala sko gamla klassíska sænska snusið sko, General og þetta. Þau fá undanþágu til að keyra það áfram. Það svona frægasta dæmið, en það eru til margar aðrar undanþágur og þú getur varla opnað evrópskan lagabálk án þess að þar séu ýmis ákvæði þar sem sko sérstakum ríkjum eru veittar sérstakar undanþágur eða það séu svona almennar undanþágur. Og ég myndi einmitt halda núna með svona ástandinu í alþjóðasamfélaginu að þá séum við sérstaklega sterkri samningastöðu. Við myndum enda sem sko í þessu varnarbandalagi Evrópusambandsins sem útvörður sambandsins á norðurslóðum og bara þeir sem þekkja til vita að norðurslóðir muni hafa sívaxandi mikilvægi í alþjóðasamskiptum. Þannig að þarna erum við í einstakri stöðu og þetta höfum við alltaf gert. Við höfum alltaf nýtt okkur þessa sérstöðu til að fá vogarafl. Þorskastríðin unnust að því við vorum í NATO og vorum tekin með í NATO út af landfræðilegri sérstöðu og við beittum því sem vogarafli
gagnvart Bandaríkjunum til að fá þá til að deila við Breta efnahagslögsöguna og fiskimiðin. Þannig að við höfum alltaf getað nýtt okkur þessa sérstöðu til að spila okkur áfram og ég sé ekki okkur við ættum ekki að geta gert það núna. Það hefur líka sýnt sig bara undanfarið að það eru bara breyttir vindar í alþjóðamálum og Bandaríkin eru ekki lengur tilbúin til þess að niðurgreiða varnir annarra þjóða og það er bara tímaspursmál þangað til þau fara að taka skref tilbaka og eru kannski ekkit endilega tilbúin að vera alþjóðalegan lengur. Þannig að það er fullkomlega eðlilegt og ég er NATO-sinni, grjótharður og held að öryggisvörnum Íslands er best borgið þar inni. En þú veist, af hverju þá ekki hafa plan B, skilur, ef að það bregst. Að því NATO er stofnað í kalda stríðinu til að gæta hagsmunum Bandaríkjanna og síðast því tjekkaði er svolítið síðan að kalda stríðinu lauk. Þannig að hagsmunir Bandaríkjanna að því að viðhalda NATO sem einhverju svona alþjóðlegu batteri þeim fyrir mingandi. Og þá er bara mjög eðlilegt að við horfum á þetta raunsæjum augum og leitum annarra leiða til að tryggja varnir landsins. Eðlilega líta til Evrópusambandsins. Það sem er verið að stór auka útgjöld til varnarmála. En er það ekki heiðilega, Jónas, að þú leggur þetta svona upp að Bandaríkin séu að verða afhuga NATO ekki sömu hagsmunir og þetta er þetta umræðin sem að kannast við. Er það ekki eðlilega að þú hætti þá að tala að ESB sé eitthvað svona plan B heldur að það er það sem að Evrópusambandir umverulega vilja er að Evrópusambandir verði bara plan A í vörnum og er það eitthvað sem þú raunverulega hefur trú á að sinni okkar vörnum betur en það fyrirkomulega sem við búum við og reyna frekar að styrkja það einmitt af því við höfum sérstöðu landfræðilega og líka verandi utan Evrópusambandsins. Já, ég tók þetta bara sem punkt við þessar sérstaka aðstæður að samningsstaða Íslands geti kannski verið sterkara núna en hún hefur oft verið áður. En ef spurningin er að ég vilji frekar aðal varnarsamstarf Íslands sé við Evrópusambandi heldur en NATO, þá er svarið bara nei. Ég vil frekar, ég er eins og ég segi, grjótharður NATO-sinu og verð það áfram. Okay. En mér finnst það allt í lagi að við séum með bæði belti og axlabönd Já, Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir í viðtali við MBL í síðustu viku að íslenska þjóðin verði ekki kúið í ESB. Ég ætla bara að spyrja Andri, verði ekki dálítið að hætta þessum hræðsluáróði því að það eru nú 26 ríki núna í ESB og leiðir til mér að hafa með rántmáli, það er ekki eldur að brenna. Ég held að þetta fólk, hann býr í Danmörku, ég held að fólk hafa nú bara ágætt hann í Evrópu Já, það hefur það víða ágætt en Ísland hefur eða Íslandingar hafa nú bara betra. Það er nú kannski það sem að menn reyna að venda. Það er ekki að hlaupa inn í ykkur meðalmennsku og ég held að það sé akkurat miklu frekar það sem að fólki þá er reyna að tala Ég myndi ekki kalla þetta hræðsluáróður, þú má kalla þetta áróður eða staðrættir hreinlega en hvernig átt að nálgast umræðu þar sem er samfarur ágæti þess að standa utan sambandsins öðru sem enn að einmitt taka umræðuna þannig að hún kannski stuði einhver sem að halda að það sé betra að fara þarna inn það kalla ég bara umræður Já, ég meina, þú veist mér veist Andri gerir þetta töluvert betur en Guðrún gerir í þessari grein Andri er ekki að tala þú veist að láta eins og það sé vera kú einhvern veginn í Evrópusambandinu Andri lýsir sér bara reiðubúin til að taka umræðuna hann tínir fram fína punkta sem ég bara sammála að þurfa að ræða hann nefnir lífeyrissjóðskerfin sem ég bara sammála það við okkar lífeyrissjóðskerfi er einstakt á byggðu bóli í því að það er einmitt ekki tefundi tímasprengja heldur þú veist, eitthvað sem er að þroskast og vaksa og styrkjast með hverju ári þannig að og þetta er allt saman góðu punktar og ég væri til í að sjá umræðan að færast frekar í þá átt en það væri verið að ræða raunverulega þessi mál sem eru bara í alvörinu mál og mér finnst bara allt í lagi að ræða frekar en einhvern veginn þessi svona hálf dramatísku upprópanir þú veist að þetta sé eitthvað plott og það sé verið að kú einhvern það er ekki verið að tala annað en að leyfa þjóðina að kjósa og það er eitthvað sem bæði fyrirverandi og núverandi formaður Sjálfstæðisflokksins hafa talað fyrir í gegnum tíðina bæði Bjarni BN hefur lofað þessu leið mér að segja ítrekkað og Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir árum þegar hún var að bjóða sig fram til samtaka iðnaðarins talaði að þetta þyrfti að kjósa með þetta og ég þú veist ég skil að það eru deildar meiningar ágæti Evrópusambandsins mér finnst bara eðlilegt að ræða það en ég bara fæ ekki séð hvernig það getur flækst fyrir fólki að auðvitað ef bara leyfa þjóðina að kjósa ef hún segir nei þá er þetta bara búið mál og annar punktur er þessu að því við erum að tala
hversu mikið einhvern veginn verið að reyna að stýra einhver atburðarás. Ef ég var að reyna að stýra einhver atburðarás hérna, þá hefði ég aldrei sett inn í stjórnarsáttmálan einhver ákveðna tímasetningu fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá hefði ég bara beðið færis þangað til vindarnir einhvern veginn væri réttir og reikistjörnurnar í beinni línu og kasta þá til þjóðaratkvæðagreiðslu. En nei, núna er búið að auglýsa þetta hérna bara með lengsta mögulega fyrirvara, bara við stofnum ríkisstjórnarinnar. Hér verður kosið og það er langur aðdragandi einmitt til þess að það sé hægt að ræða þetta, til þess að umræðan geti verið upplýst og svo er hægt að kjósa bara eins og fólk sko. Já, Andri, voruð ekki bara, við horfum núna í baksýnisspegilin, voruð ekki bara klaufar að hætta við þess að þjóðaratkvæðagreiðslu á sínum tíma? Þá mögulega ef það hefði verið nei þá væri þetta bara afgreitt. Ég veit ekki, það er ég veit ekki hvernig ég var að svara einhverju ef og hefði, það er kannski, það er eina svara við, ég meina kannski hefði verið frábært að kjósa og kannski verið hárrétt að gera það ekki. Ég held að færi rosalega mikil orka bæði svona bara hjá almenningi gagnvart stjórnmálunum í svona umræður. Að sama tíma tekur þetta líka mjög mikla athygli hjá þeim sem að starfa bæði í ráðuneytunum og í stjórnmálunum, svona allt þar í kring. Þegar að það er verið að sækja eða undirbúa eitthvað slíkan pakka til þess að aðlaga sig að. Og annað situr auðvitað á hakanum á meðan. Það er kannski það, snýst kannski einhverju leyti bara forgangsröðun og svona allavega ég í grunninn svona verandi ungur frálsmaður þá hafði maður áhyggjur af til dæmis bara forræði yfir auðlindum okkar. Þannig að við eigum gríðarlega mikið undir því að íslenskur sjávarútvegur sé öflugur. Þetta er atvinnugrein sem skilar okkur 350 milljörðum á ári. Við höfum líka búið svo vel að vera með fiskveiðistjórnarkerfi sem stuðlar að því að hérna sé ekki vera ofveiða fisk. Þetta er eitthvað sem að manni finnst verandi alin upp á Ísland og þekkja sjálfsög ekkert annað kerfi í kringum þessa atvinnugrein vera sjálfsagður hlutur. Þetta er eina réttarlausnin, allavega svo besta sem hefur verið fundin upp nokkurs þar í heiminum og þetta eru ákveðin forréttindi að við skulum hafa haldið rétt á spilunum hérna á árum áður þó auðvitað hefði mátt gera hlutina kannski öðruvísi. Það er að segja að þegar að kvótanum er útdeilt hvernig það var gert en á þeim tíma þá gat enginn sé fyrir sér hversu öflug atvinnugreinin yrði. Þegar að menn eru að skópla fiski borð og reyna að ná sem mestu inn og svo framvegis. Þannig að það var svona dregin ákveðin lína þar í sandinn. Og ég get alveg tekið undir þetta hjá andra, ég meina eins og ég er búin að segja áður, ég meina ef niðurstaðan yrði sú að við þyrftum að skuldbunda okkur til þess að tengjast evrópsku raforkuneti eða veita aðgangað veiði innan okkar efnahagslögsu, þá er svarið bara nei frá mér. En þeir bjóða betur en það sem við erum að fá núna? Já, ok, jú, ég held að svo sem ef við fáum þá bara, ég veit ekki hvað... Nei, bara segjum við bjóða þetta út í lögsögu EES, skilur og við fáum bara meira heldur en fá fyrir veiðigjaldi núna, þráttur þessa hækkun sem við ætlum að tala um eftir. Þá er þetta bara nópenir, ef þú þarf ekkert þess að fyrirtæki. Já, ég meina sko, nú veit ég ekki, það er eflaust hægt að ímynda sér einhverja niðurstöð þar sem að okkar sjávarútvegsflotar fengu sambarilegan aðgang að öðrum fiskiviðmiðum og okkar sjávarútvegsfyrirtæki eru nú þau flottustu og fullkomnustu í heiminum, þó er ég bara fullir það, þannig að ég held að ef það er dýllinn þá held ég að mætti alveg skoða það, skilur, og þá myndum við bara snýta belgum, þú veist, í einhverju veiði í þeirra lögsögu, skilur, ég ætla ekki út í það sjálf, ég er eina punkturinn sem ég er að undirstrika er að, þú veist, ég deili þessum áhyggjum andra aðgang að auðlindum okkar og mér finnst ekki sjálfsagt að við bara einhvern veginn gefum það frá okkur. Þú veist, ég held að þetta tvennt til dæmis væri bara dealbreaker fyrir mér. Nema eitthvað sem mér hefur ekki dottið í hug kemur fram sem væri flottara sko. Já. Sko, þegar ég tala við á hann sem ungan frjálsamann, þá var ég ekki að tala um í nútíð, heldur var ég meira að tala um í fortíð, því að þessar áhyggjur eru klálega ennþá til staðar og bara eiginlega gott að heyra hvernig eða hvaða augum Jónas lítur þetta, en
en það svona kannski í dag þá það svona þessi óveðuský sem ég lýsti hérna áðan sem valda mér áhyggjum, en ekki síður það að þú ert að taka valdið svo svakalega langt frá okkur. Menna, þú veist, við vorum að tala áðan 6 Evrópuþingmenn af 720 og það er rétt, menna það skiptir ekki sköpum, þetta innan við 1% af heilda þingmönnum Evrópuþingsins. Hlutfallslega mest samt. En þú ert með þarna Evrópuráðið eða ráðherraráðið og þar rosalega mikið af ákvörðunum teknar, alveg eins og Jónas segir hérna áðan og mögulega mörguleiti skilvirt gagvart svona virkni sambandsins og hvernig ákvarðantöku háttað þar en hvert ertu þá komin gagvart íslenskum almenningi þegar þú vilt fara að hafa einhver áhrif? Þjóðþingið meira þjóðþingið svo langt frá þessum stofnunum. En nú spyr ég bara, þú veist, að við vorum að tala hérna Evrópu EES-samningin og hvað hann í rauninni hefur reynst okkur vel. Ég meina þetta þannig núna. Það er verið að setja reglur í Brussel sem okkur ber að taka upp í íslenskan rétt og sára sjaldan veitt einhver mótspyrna í sameiginlegu EES-nefndinni. Það er gullhúðaður frekar sko. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, á þetta ekki bara við einmitt þá gangur EES-samningnum að því menna þessi rök sem þú ert að tefla fram og ég alveg sammála þetta bara ágætt rök og eitthvað sem þarf að skoða í samhengi en staðan nú samt þannig í dag að þessar reglur eru samt sem áður settar eftir ferlum Evrópusambandsins og samt sem áður teknar upp í íslenska rétt og við höfum þetta möguleika að stoppa það á leiðinni, það er bara voða sjaldan gert en það samt enda þannig nema við erum ekki með íslenska ráðherra í ráðherraráðinu og við erum ekki með íslenska Evrópuþingmenn á þinginu eða í framkvæmdastjórninni, skilur þannig að þessi rök og minnst þau alveg gild, skilur, minnst þau alveg punktur umræðina en þetta þannig nú þegar og verra ef eitthvað en ef við fengjum raunverulega að taka þátt í sjálfu löggjafarferlinu innan Evrópusambandsins. Ég algjörlega sænkið spurning, algjörlega og ég myndi segja að ég væri frekar nærði að nú maður bara mjög fylgjandi þetta eru gríðarlega hagsmunir þetta en ég síður en svo spenntur að fara auka enn frekar við þetta jargon allt saman. Mér finnst þetta að vera allt of mikið. Mér finnst Evrópusambandið vera allt of mikið jargon, allt of þungt regluverk og á meðan að sambandið á þeirri vegferð þá viðurkenni það. Það hafa alveg komið upp svona efasemdir á mig sjálfum, bara ágæti EES-samningsins. Eigum við þess kost að ganga hreinlega úr honum, reyna að fara í eitthvað svolítið samninga. Það eitthvað vegferð sem ég ætla alls ekki að lýsa yfir að sé eitthvað sem við ætlum að hlaupa í, alls ekki. En það samt pínu þannig að Evrópusambandið mjög þungt olíuskip og að eiginlega þyngja róðurinn fyrir bara ýmsu. Þeir eru aðeins að slaka á samt núna, eða ekki? Jú, og nú vinn ég sem lögfræðingur í Danmörku, þannig ég svona frekar nálægt þessu. Ég alveg sammála Andra, þetta menn prjónuðu svolítið yfir sig, sérstaklega eftir efnahagshrunið, að því ég svona ég vinn mikið með regluverkum og fjármálamörkum, að það var bara sprenging í reglum. En blessunarlega, og ég held að hafi bara myndast svona einhver konsensus það, að menn prjónuðu aðeins yfir sig og nú svona, þú veist, nú verið að taka þessi laga bálka fyrir, getum við ekki kvattað eitthvað þessu út og einfalda þetta aðeins. En þá ekki eðlilegt að við bara bíðum að sjáum aðeins, Evrópusambandið, það allir sammála þetta, að þeir hafa svona kannski 8 betri ár heldur en þessi síðustu og bara gefur sér 5 ár, 10 ár sjáum aðeins hvert stefna áður við ákveðum að mér finnst við eiginlega verið að fara inn á versta mögulega tíma inn í Evrópusambandið í dag. Þangallir sína okkur annað. Ekki best að kaupa bréfin þegar þau eru rauð og bíða eftir að vera græn? Já, en við erum ekki að kaupa bréf Ég ætla að slúta ESB-umræðina þegar ég með dagskrárgerðina. En ég ætla að fara, ég var ánægð með Andra, hann líka dagskrárgerð, hann byrjaði að tala sjóinn og þess vegna var veiðigjaldafrumvarpið. En fyrst ætla ég að nefna þess okkar fólki dænátlegur. Bókaborð, pantamat, rafræn gjafabréf, viðburðir, bókasal, afslættir, það dænát.is. Já, bara nákvæmlega þannig og úr því að við erum að fara að veiðikerfi þá erum við þetta með besta fisk heimis
út í það farið og margir góðir staðir á Íslandi sem bjóða upp á góðan fisk og þeir eru allir með tölu á dænátt. Já, heldur betur og svo má líka nefna annað að þetta leitar veitingastað á dærum.is. Það er þetta bóka borð þar á Hard Rock sem er nú okkar staður. Miðvikudagur... Svolítið orðið minn heimavöldur niður í bæ. Já, þú fórst á deitar. Heyrðu, segðu núna frá því. Þetta er fjallaþáttur. Sko, Andri, fara með deitið þetta á, þú ert nú búin að vera föstu í ykkur 300 ár, fara á deit á Hard Rock, gefur þú grænt á það? Fyrsta deit? Já, er það ekki, það er eitthvað framandi við það. Það er svona pínu eins og að fara í helgaferð til Köpen og hérna taka Hard Rock þar. Ég er þetta fór á Hard Rock í Skotlandi, þeir eru alltaf með svona signature hamburgera, hérna allstaðar, og þar eru með haggis. Sem er svona þetta slátur og það er sennilega eitthvað vesti hamburgari sem ég hef smakað. Þú smakkaðar hann? Já, ég fór í hann. Haggis hamburgari. Ég ákvað eiginlega á þessum stað að ég ætla að gera þetta hefð. Alltaf þegar ég væri til nýra borgar, þá myndi ég smakka lokal Hard Rock borgari. Ég er bara búið með þennan eina. Hver er lokal hamburgarin í Reykjavík? Ekki spyrja okkur sko. Erum við bara hérna sveðasölda og hangikjött og eitthvað. Hákarla hamburgari sínst mér þetta. Já. Nei, ég veistla. Við erum að fletta því upp. Já, við þurfum að gera það og sorry heimaðunan Hard Rock eða að hlusta, ég elska ykkur. Miðvikudagur eru hamburgardagar og allir hamburgarar þar eru á 1990, meiri sér signature borgarnas andra. Komdu og upplýðu alveg stemming á Hard Rock. Heldur að hann sé ekki á 1990. Nei, hann var fljótur að keipa honum á sölu. Ríkisstjórninni tókst að lokum eftir langt og strangt málþóf frá stjórnarandstöðunni að koma við ekki allir frumvarpinu í gegn. Þekkjum allir sem að hlusta og við allir inni söguna bak við það, 71. grein og allt það. Sko, Andri, þú varst aðeins komin inn á þetta áðan. 360 gráður, þetta er farið í gegn. Hvað erum við að fara að sjá núna þegar þetta er farið í gegn? Við erum að fara að sjá sameiningar, hagrækjugreininni. Það er hérna... Það er svo sem verið alltaf. Já, það hefur verið alltaf en maður hefur svona skinnið kannski að umræðu sérstaklega vinstriflokkana að stór og burðug sjávarútvegsfyrirtæki sé einhvers konar skammarirði og þess vegna kannski stingur þetta þá örlítið í stúf að menn séu að stuðla enn hraðar að samþjöppun í greininni. Það verður áhugavert að sjá hvernig greinin heilt yfir bregst við þessu. Það hafa alltaf komið þessu einhverja fréttir af því að menn séu búin að segja upp mannskap og endur á nýjum sammingum. Það var nú bara eitthvað eitt dæmið ekki. Já, í Grindavík líka sko. Já, en ég segi sko, en við erum að tala um þetta framtíðina sko. Ég er að segja, það er komið slík dæmi og maður heyri það, menn hafa ekkert verið samt að það er ekkert farið út ennþá, en þetta er það sem að maður heyri svona innan á greininni að þetta er alvöru mál, þetta er ekki hræðslu áróður eins og var svolítið taða og maður sá einhverja stjórnarliða eða fylgistungl tala með þeim hætti að nú væri sko áhugavert að sjá hvernig útgerði myndi hefna sína þjóðinni hvort það eði með uppsögnum eða hvernig það er og slíkum málflutningur finnst mér náttúrulega bara fyrir neðan allar hellur af því að það sem að var svona svolítið rætt í aðdraganda þessa máls er að arðsemi greinarinnar er ekki úr einhverju hófi eða úr einhverju takti við það sem að gengur og gerist í öðrum atvinnugreinum. Það er bara ekki tilfellið. Og hvað gerist þegar arðsemin fer lækkandi? Þá leita fjármagni annað. Og það er auðvitað sem maður hefur mestar áhyggjur af er að leið og skrúa fyrir svigrúm, súrefni í greininni að þá til dæmis verði tekin minni áhætta menn reyna minna á nýsköpun samfélagssáttin það að halda vinnslu innanlands maður óttast að hún gæti færið þverrandi að menn horfi til þess að geta frekar flutt fiskin út í gámum verri gæði á fiski, lægri verð en engar síður viðskiptarar ákvarðanir sem munu borga sig þetta er sem normenn búa við og var mikið gagnrýnt í þessari fyrstu auglýsingu SFS og hérna sem hver getur einhvern veginn haft sína skoðanir á en engar síður staðreynd að mjög hátt hlutfall af norskum fiski er unnin annar staðar og það er þetta bara staðan Ísland er í samkeppni þeir uppi staðið á EES-svæðinu við erlend vinnuafl sem er á miklu lægri launum og það er ekki kannski mitt að hérna segja nákvæmlega til það hvað gerist en við munum sjá eitthvað vísi af þessu hversu mikið eða lítið það verður bara komið í ljós. Hvað heldur þú sem tala mörg ár?
eða langa tíma? Ég aftur, ég þóra ekki að svara því en ég myndi reikna með því að við förum að sjá einhver fréttir með haustinu auðvitað í slíkum tilfellum þá erum við auðvitað að tala einingar það sem að mátti lítið út að bregða. En það bara survival of the fittest eins og hægri menn vilja, eða ekki? Jú, en það var enga síður svigrúm að það fyrir sem núna búið að taka með þessum hægri sköttum og meina, þú getur ekki sagt að hægri menn segir bara alltaf survival of the fittest í hvers getur svo hækkar á að skatta sko. Það er bara aðlæðist, þú veist, það sem að menn að gera núna að það verið að auka gjaldtöku á greinina 7-8 milljarða var nú aðeins herra í fyrsta frumvarpinu þegar stjórnarandstaðan gagnrýndi frumvarpið harðlega og hver voru viðbrögðin á þeim tíma? Það var bara, heyrðu, þeir í málþófi. Það var enginn að taka efnislega umræðu þetta mál og það var svona það sem manni fannst því miður, einkenna svolítið umræðuna alla á þinginu að það var alls ekki fyrir því að fara hjá stjórnarliðum, ég get nú gert nokkra undantekningar af því, Sigurður Þórðarsson sem dæmi, hann var nú öflugur í ræðustól, en svona heilt yfir, þá bara sáust ráðherrarnir lítið, meiri hlutin tjáði sér lítið og fólk beið eftir því að máli yrði klárað. Svo varst að fá allskins athugasemdir í umsögnum við málið inn í þinginu, hvort sem var frá öllum þessum sjávarútvegsfyrirtækjum, þar sem að hagsmunir eru gríðarlegir, að halda þessum störfum á svæðinu, eða í tilfelli endurskoðenda fyrirtækja sem unnu mjög góða úttekt að beiðni sjávarútvegsfyrirtækjana þar sem við fórum að fara í gegnum birta ársreikninga sem ekki eitthvað sem þú leikuðir að tölum með. Nei. Það alls ekki staðan og svör á þessu því, nei, ekki búin að kíkja á þetta að þetta unnið að beiðni fyrirtækjana. Ég segi, hvers konar vinnubrögð eru þetta eiginlega og núna munum við bara sjá hver áhrifin verða. Ég held til miður að það verði ekki góð. Við höfum áður séð menn fara fram úr sér í skattheimtu á greinina og þeir hafa þá dregið aðeins í land með það. Það kemur ekki óvart að þessi ríkisstjórn muni gera það síðar á kjörtímabilinu, þurfa að draga í land af því að ég held að menn hafi hreinlega farið þetta ofgist. Já, sko Jónas, áni hleypið þeirra, sko við Gulli vorum svo sem að rífast það síðast þætti, sko Andri talar auðvitað sé skattahækkun, auðvitað alltaf rennur út í ríkissjóð, en þetta alltaf frekar, ég held að alls séu samanlega, þetta alltaf frekar leiga, þetta auðlindagjöld, þetta ekki verið að hækka tekjuskatt eða neitt slíkt. Gulli var þetta mjög ósammála með en ég ætla að vera standa fastur á þessari hittu. Það stendur að það í frumvarpinu þetta sé skattur. Já, þetta auðlindagjöld. Þetta mér finnst þetta ógeðslega. Þetta afnóta auðlind, þetta svo hækka leigu húsnæði. Þetta skiptir ekki öllu máli. Þetta hræðsla frá XDS og ESB, þetta kannski bara endalok sjávarútvegs á Íslandi? Já, sko, fyrsta með skattana, bara því mér finnst þetta svo skemmtileg umræða, sko. Nú fór tölur orka að ræða það fram og tilbaka einhvern veginn sko hvort þetta sé skattur eða ekki og og ég eins og ég er lögfræðingur sko þannig að ég veit alveg að þú veist svona skattahugtakið lögformlega þá gæti þetta flokkast sem skattur bara hvernig álegningun er háttað sko með löggjöf. Okay. En ég veit ekki hvort það sé bara margir lögfræðingar í sjálfstæðisflokknum eða eitthvað sko en þú veist, rosa margir en en þú veist, að aftengja aðeins sko lögfræðilegu hliðina það fer náttúrulega ekki að milli mála, þetta er gjald, skilur þó að það fari kannski ekki saman við sko lögformlegu skilgreininguna. Menna það er bara yfirlýst pólitískt þegar kvótakerfið er sett á lagginn að það er þjóðin sem á þessa auðlind og það er verið að innheimta gjald fyrir afnot af þeirri auðlind. Þetta er frádráttarbært frá tekjuskatti til dæmis. Hverslega skattar eru frádráttabærir frá tekjuskatti? Þeir eru ekki margir, sko. Þannig að þú veist, mér er raun alveg sama þessi, sko, lögformlegu umræðu hvort þetta sé skattur eða ekki. Hugmyndin er, og útreikningurinn á gjaldinu og öll hugmyndafræðin á bakvið þetta, er að þú ert með þarna þessi aðföng, bara eins og ég talaði sko, þú veist, hveiti, bakari sem ætlar að baka brauð, hann þarf að kaupa sér hveiti til þess að baka brauðið. Nema hann á alla keðina þannig? Já, nema sko, þú veist, og alveg eins þurfa sjávarútvegsfyrirtækin að kaupa hveiti sitt sem er bara aðgangur að auðlindinni til að framleiða síðan fiskinn sem er seldur úr landi. Og það eina sem er verið að gera með þessum breytingum var að aftengja í rauninni forræði útgerðana og þessara sko fyrirtækja samsteypu á hvaða gjald er miðað við eða hvað verð er miðað við í útreikningunum og
þú veist, við getum alveg rætt hérna fram og tilbaka áhrifin og ég er alveg til í það sko. En mér finnst einhvern veginn svona undirliggjandi réttlæti spurningin sem stjórnarandstaðan skilaði svolítið auðu í sko, finnst henni að þjóðin eigi að fá rétt gjald fyrir auðlindina, að því þú veist mér þætti allt í lagi ef þau væru bara svolítið þeirra skoðunar bara, nei þetta nú bara eitthvað kommunistabull, skilur að þjóðin eigi að fá hérna eitthvað fyrir aðgang, þú veist, og ef það væri svona þeirra afstaða, skilur og myndum koma út úr skápnum með það að þá væri hægt að eiga samtalið, skilur en það einhvern veginn svona verið að fela sig á bak við þetta og hérna og þú veist, og það lýsir sig kannski best í sko þessu frumvarpi sem stjórnarandstaðan kom hérna með og lagði fyrir ríkisstjórnina og þess að við erum tilbúin að samþykkja þetta að það var svona hófleg hækkun á sem sagt álagningarprósentunni en það var ekki þessi kerfisbreyting og ég held að í því lýsist svolítið sko kjarni ágreiningsins að við höfum engan áhuga á að skattleggja sjávarútveginn eitthvað sérstaklega. Það er bara verið að reyna nálgast raunverulegt verðmæti þessara aðfanga með útreikningum og reyna að finna bestu leiðina til þess að verðmeta þetta rétt svo að álagningin sé rétt. Þannig að það sé rétt ég verð aðeins að koma inn í þetta hérna sko hefðu ekki átt að gera þetta bara afturvirkt líka? Ekki að ég veit nei, alls ekki, ég myndi ekki vilja það sko. Í fyrsta lagi þegar þú ert að tala skatta eins og í þessu tilfelli þá skiptir í sjálfur engu máli út frá hvaða stofnu þú reiknar það eða í hvaða prósentu eða hvað réttlátt og hvað svo framvegis gagvart greinin sínst það bara krónutölu sem greidd til ríkisins og Samfylkingunni og ríkisstjórninni allri hefði nú verið í lófa lagið ef þetta snerist bara þetta réttlætismál að segja ok, heyrðu, við ætlum að búa til nýjan stofn þetta og við erum búin að því, hann er réttlátari en áður nú skulum við ákveða hver nýja prósentan á að vera það var aldrei gert, það er búin til nýr stofn, annar stofnin hefur bara verið sátt hérna á Íslandi sáttum í þeim skilningi að það er hérna þegar að veiðigjöldunum fyrst komið á þá er það bara út frá því fyrirkomulagi sem við lýði. Það er að segja menn að reikna sér niður okkur á tölu út frá því fyrirkomulagi sem þekkist. Svo ákveða menn löngu seinna að breyta stofninum en halda prósentinu óbreyttri og kalla það réttlæti. Ég segi bara, það er algjört rugl að halda því fram að það sé ekki keppi á mönnum að skattleggja sjávarútveginn aukalega, sérilagi þegar fórsætisráðherra tala nú sjálf með þeim hætti að þetta snúst nú bara að ná þessum 4-5 fjölskyldum hérna í landinu. Það var alveg skýrt og koma með svona eftir á skýringar. Þetta sé bara réttlætismál sem reynda var nú algjörlega tuggi á því hérna í þinginu. Ég með farið að fá martraðir þessi orð réttlæti, sanngirni og svo framvegis. Þetta var allt í svona frösum. Og fólk ekki verið að fá martraðir sem málþóðu líka. Bottolan er bara sem skiptir máli. Hvað eru fyrirtækin að borga meira í dag en áður? Og það er bara skattahækkun eða gjaldahækkun eða hvað sem vilji kalla það. Það skiptir mig engu máli hvað ég kalli þetta og reyndar Samfylkingin hefur náttúrulega líka sérstakt lag á því að tala með skatta með alls konar hætti. Þeir voru að búa breytingar á barnabótum, þannig að hækkuðu aðeins og það var skattalækkun. Þannig að menn er að teygja þetta skattahugtaki í allar áttir svona fyrstu töldurum aðeins þar við. En ég held að svona í grunninn, þá er þarna hefur verið þannig að menn hafa verið með samþættingu veiða á vinnslu á Íslandi og arðsemi greinar er það sem skiptir máli. Jónas talar það sko að stjórnarnastan hafi skilað auðu í því hvort að okkur finnist að þjóðin eigi að fá sanngjarnt eða réttlátt gjald fyrir auðlindina. Nei, okkur finnst það bara mjög eðlilegt. En þetta gjald sem er núna verið að leggja á, það er það ekki. Þetta er gjald sem er ekki til spallið að hjálpa sjávarútvegi að halda áfram að sækja nýja sigra. Þetta er ekki gjald sem að stuðlar að því að 7 af síðustu 12-13 nýsköpunarverðlaunum fari til fyrirtækja tengdum sjávarútvegi. Alls ekki. Menn halda þessu höndum, menn fara bara núna í það að veiða fisk, það eru skilaboðin frá Íslenska ríkinu. Farið á veiðifiskinn og svo bara geða þessi við hann, hvort sem við flytja hann út eða hvað. Að það er það sem er búið að brjóta núna. Það er þessi samfélagsátt sem komið aðeins inn á. En sko, þú ef við erum að tala hvata til fjárfestingar, af því þú eins og þú réttilega nefnir, sko, þú veist það er þessi reiknistofn, sko, til álagningar og ef við tölum því sem er ekki breytt, að það er ennþá
gríðarlega sterkir hvatar í útreikningum á þessum stofni til þess að fjárfesta í sjávarútvegi. Það eiginlega engin betri leið til að lækka álagt veiðigjald en að fjárfesta í sjávarútvegi. Af því að sko, þetta smá tæknilegt en hérna sem sagt, það með rauninni segja að sko allar fjárfestingar skila sér tvöfalt til lækkunar á stofninum. Já, ég man ekki nákvæmlega til nokkur ára, algjörlega, en þú ert að fjárfesta til lengri tíma og þú ert ekki bara að fjárfesta til þess tíma sem að veiðigjöld lækkaðum. Já, þú heldur bara áfram að fjárfesta til að rúlla þessu áfram, því fyrningin á svo stuttum tíma og hún telur tvöfalt. Það í rauninni sko, þú getur fyrnt sem að kaupi skip, þá getur þú látið að fyrndast yfir 5 ár og þú tekur það sem fyrnt, verðmætið sem eru þá 20% og dreigur frá þessum stofni. Og svo ertu með fjármagnskostnað og vitið hvernig fjármagnskostnaðurinn fundin út. Hvað er með það? Það bara sama fyrningin. Áhugavert. 20%. Þannig að það verið að láta hérna eins og Brim til dæmis eða Samherji sé að fjármagna fjárfestingar í skipum, kaupum á nýjum skipum og svoleiðis á 20% vöxtum. Þannig að þú veist, ef við ætlum að sko halda áfram að hræri í þessu kerfi, skilurðu, og finna þá þetta náttúrulega þetta er ekkit eins og það í alvörni, skilurðu, en þetta til þess að hafa áfram sterka hvata í kerfinu til þess að fjárfesta. Það okkur, ég er samfærir, hækku bara skattana meira, fjárfestu meira og þetta snilldalaust, þetta áttur að virka vel. Það er bara skattar heilt yfir, þeir draga úr hvata til fjárfestinga, svona út almennt séð, þú ert að segja, fjármagnin leitar að greinar, þú ert að fá læri ávöxtun á peningin þarna, menn við erum með nokkur skráfélög, þú eru bara að hrynja í verði í kaupöllinni, og það gildi það sama með þessi óskráðu félög öll. Af hverju það? Það að því að væntingarnar eru farnar niður. Það minni arðsemi, peningur leitar annað og það bara punkturinn gagnvart því hvernig menn eru einmitt að sækja fram annars staðar. Svo erum við minna, þetta orðið áhættusamara, minna borð fyrir báru og menn eru þá bara að kjarna sig, fara meira í kaupstarfsemi. En þarna ertu komin svo langt frá raunhagkerfinu sko. Þarna, þú veist, útreikningurnar á veiðigjaldinu, þetta til fjárfestingar í fyrirtæknum. Svo ertu komin í arðseminni og það umfram allt þetta, því að veiðigjaldi lagt á eftir að þú ert búin að taka tillit til launakostnaðar og veiðafæra og fjárfestingiskipum og allt þetta dót. Það búið að taka tillit til raunhagkerfisins innan gæsalappa þegar hingað komið. Álagningin leggst einmitt á gróðan sem verið að koma út úr fyrirtækinu sem hingað til farið til arðgreiðslna í kaupöllinni og ég meina þú veist, það þjónar ákveðnum tilgangi en við ætlum ekki að skipuleggja sjávarútveg á Íslandi út frá hagsmunum fjármálamarkaða, skilurðu eða eiganda þessara óskráðu fyrirtæki sem eru búin að vera að kaupa upp majónes og ég veit ekki hvað og hvað Ég myndi kalla slipir í slóp en þetta er náttúrulega bara eiginlega alvarlegra en það af því að það er nákvæmlega það sem að atvinnustarfsemi gengur út á hún gengur út á að skapa verðmæti og skapa eigendum eitthvað arð, það er bara nákvæmlega gengur út á og ef hann gerir það ekki það sem íslensku sjávarútveg hefur alltaf gert sko og það er svona gengur svona vel, ef hann gerir það ekki þá ertu komin á mjög hálan ís En sko arðsemin hefur verið umfram það sem allstaðar annarstaðar í íslensku atvinnulífi í alveg hæstu hæðum út af sérstöðu útgerðna að geta sótt í þessa takmörkuðu auðlind sem aðrir hafa ekki geta gert. Það bara ekki alveg rétt, Jónas. Það fer rosalega mikið eftir viðmunnárum. Ef menn að taka ár, þessum loðunar syndir inn í landhelgina og austfirðingarnir og eyjamennirnir eru skellilhæðandi, þá hafa verið góð ár. En eins og í ár, þorskkvóti niður 4%, engin loðuna, menn að sækja síldina langt. Þetta ekki, þú verður að og veiðigjaldið leggst á veiddan fisk, ekki sett? Jú, algjörlega. Og veiðigjaldið orðið það hátt í einhverju tilfellum að menn muni jafnvel sleppa því að sækja fisk sem er sótt á eldri gjöldum. Og það nú allur sigurinn þessari ríkisstjórn í þessu máli. En aftur, við erum að spyrja afleiðingarnar, ég segi bara bíðum og sjáum. Ég ekki svona bjartsýnn á að þetta sé bara hvati til fjárfestinga og þetta sé bara allt í góðu og við höfum ekki verið að hugsa þetta út frá fjármálamörkuðum. Ég held bara að þetta sé mjög slæm skilaboðin í greinina og það mun tíminn bara að fá leiðljós. Eitt sem ég ætla að spyrja þig að Jónas, frumvarpi, stjórnarandstaðan ætla að gagnrýta harkalega að tala útreikningana mikið og hana, getur þið tekið undir að var frumvarpi raunverulega illa unnið eða var þetta enn annar hræðslegur áðurinn? Ég held að þetta sé bara hræðslegur og sko ég ekki það
harður í þessu að ég ætla að fara að saka hérna stjórnarandstöðuna einhverja gresku eða sko, ekki á öllu leyti. Ég held að það hafi komið mjög margir góður punktar inn, sérstaklega frá hérna sjávarútvegs sveitarfélögunum og það var svona framan af, ég hef verið í fæðingarorlofi þegar hérna fyrsta umræðan átti sér stað og þannig og þá horfði ég á hérna fyrstu umræðunar og það voru margir góðu punktar sem komið þarna í fyrstu ræðunum og svo var þetta nú svolítið súrt og endurtekið efni sko. Góð ræðin hjá Vilhjálmi meðan í lokin hérna þegar hann var slúttað þannig þyrluballana í Grindavík en hérna en ég held að sé alveg, þú veist, það alveg punktar hérna sem komu upp en það eru líka punktar sem var hérna brugðist við. Það var hérna í meðferð í þinglegri meðferð, það var frítekjumarkið hækkað það var tekið tillit til þess sem hérna var bara bent á við meðferð og ég held að þetta sé svona hugmyndin með þinglegri meðferð að það koma fram athugasemdir og það brugðist við þeim að það brugðist við athugasemdum að miða við norskan makríl og það sem sagt í rauninu bara innbyggt hérna einhver lækkun á þessu viðmiðunarverði til að koma til móts við þessi sjónarmið og maður einhvern veginn sko, þú veist, þetta er svona damned if you do, damned if you don't af því að þá allt í einu kvart yfir því að þetta sko sönnun þessa, hérna, þetta var ekki nógu vel unnið og allt það sko, þeir bara komið til móts við eðlilegar athugasemdir í þinglegri meðferð og þingið einhvern veginn að sína þess vegna þingið líka þess vegna þingið og þess vegna erum við í þessu ferli sko. Þannig að ég alls ekkert sammála því að þetta hafi verið illa unnið og ég held að þingleg meðferð hafi verið sko bara til fyrirmyndar í rauninni ef frá horft frá þessum endalausu umræðum og Andri nefndi hérna að því ég horfði á fyrstu umræðunar og það voru stjórnarliðar sko tóku glaðir þátt og það var bara flottar umræður og og gott og vel en svo auðvitað sá maður í hvað stemdi og þeir eru einmitt verið að bjóða þjóðinni upp á svona að þá auðvitað hætta stjórnarliðar að taka þátt í þeirri umræðu og draga þetta eitthvað á langinn. Þeir eru búið að segja allt sem gæti hugsanlega við sko búið að kalla allað og allt sko bara alltaf koma inn í þetta strax með þetta væri hvað sagðirðu mjög vönduð lagasetting eða eitthvað á þá leið. Þetta mál kemur mjög seint inn í þingið. Getur byrjað þar kemur hérna í loka apríl og það unnið í það miklu hraði að umsagnarfrestur talað umsagnarfresti og umsagnir og athugasemdir var styttur niður í 1 viku í samráðsgátt í risa vöxnu máli. Það var nú öll gæðin strax í upphafi og þar var svolítið tónninn sleginn í því sem átt eftir að koma. Menn bara lesa frumvarpið og þá kemur strax í ljós að útreiknendur eru bara rangir. Það hefur ekkert að gera með einhverja breytingar sem gera seinna á málinu frítekjumark eða norsk-íslensku síldina sem að Jónas nefnir hérna, heldur var bara forsendnar sem lágu fyrir hækkuninni voru rangar. Og það var sem menn voru að tala þetta í fyrstu umræðu og eins og ég kom hérna inn á áður við hófum þessa sjávarútvegsumræðu áðan að þá var því engu ansað. Það var sagt bara, þú veist, sjáu þetta fólk hérna gæslumenn sérhagsmuna í landinu mættir hérna þegar að menn voru að reyna að öskra á athygli ráðamanna í þessu landi á því að frumvarpið væri megin gallað og enda kom það seinna á daginn þegar að það var búið að taka eitthvað neyðarfund með skattinum og Fiskistofu þar sem að kemur sko mjög óljós tilkynning frá ráðuneytinu daginn eftir það sem var engin það þurfti þannig að tala í kringu hlutin það mátti ekki segja, heyrðu, sorry við gerum smá mistök af því þá hefði náttúrulega stjórnarnarstann unni sigur, heldur kemur svona einhver óljós tilkynning að það hefði eitthvað fundur átt sér stað milli þessara aðila og það var eitthvað niðurstaða og frumvarpið núna breytt eitthvað svona þegar að menn hefur bara getað sagt, heyrðu, þetta alveg hárrétt hjá okkur. Smá mistök. Já, mjög mikil mistök en við allan skulum laga þau. Nei, ekkert slíkt. Og það þetta sem að auðvitað ekki til þess fallið að stuðla einhverju sátt á þinginu. Þegar að menn eru í stöðum svona leikjum. Og það sem meira er að þetta mál vissulega mikið rætt og þið getur trúa því að ég hef enga sérstaka önun á svona málþóðum. En þegar að menn hafa verulegar áhyggjur af því hver áhrifin á svona máli eru á eina mikilvægastu atvinnugrein þjóðarinnar og þinglok hafa alltaf klárast í einhvers konar samkomulagi
og engin sáttavilji. Jónas nefnir hérna að stjórnarandstaðan hafa komið með sitt eigi frumvarp hérna á borðinu, en hver er sáttaviljin hinum einn? Hann var engin. Það var einhver örlítil fösun inn eins og bara kom inn í breytingatillögu frumvarpi og var samþykkt. Þetta er ekki byrjun nösa ketti og það er engin sammingur, skiljiði. Þannig að þegar að sáttaviljin er kannski ekki meiri beggja vegna borðsins, þá teiknast upp eitthvað ástand sem að ég held að sé ekki gott fyrir þjóðþingið okkar. Ég held að það séu allir sammála það. En þetta er ekki bara bundið við þetta eina mál. Það skrifast sennilega miklu leyti á reynsluleysi hjá þeim sem að koma þetta nýjir inn fyrir ríkisstjórnarflokkana. Inn í nefndunum, þar sem að það voru tekin upp algjörlega ný vinnubrögð frá því sem að hefur tíðkast. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi verið í hinn enda borðsins. Og þegar það beðið eðlilega gestakomur í málum, þá bara orðið við því og gesti fá bara eðlilegan tíma inn í nefndum til að fara yfir sínar umsagnir. Þú getur talið upp mjög mörg mál sem voru keyrð á miklu hraði, nefndamenn stoppaðir snemma af í sínum framsögum inn í nefndunum og ekkert samtal. Og þegar að þetta er tónn á þinginu, þá er engin sammings vilji hjá stjórnarnarstöðun sérstaklega. Nei, en þá spyrði Andri og þetta er nýjung. Já, ég ætla að grípa hennar punkt af því að ég ætla að spyrja Andri, eigum við kannski bara hætta að vera með stjórnarnarstöðu með við hvernig þessi ríkisstjórn vill vinna hlutina? Þetta er auðvitað bara ágætis spurning, en svarið auðvitað er nei. Ég myndi segja að svo maður sé alveg sanngjarnt, þá er það auðvitað þannig að við höfum meiri hluta á þinginu og eðlilega bera þau líka ábyrgð á þeim ákvörðum sem eru teknar. Það er nú liggur í hlutarins eðli. En ég held bara að kunna ekki góðri lukkastýra að vera með núning í öllum málum endalaust. Það skapa bara súrstemmingu og enda sýndi það sig þarna á lokametri þingsins. Stjórnarandstaðan er svolítið gerða blóraböggli fyrir sína þáttöku í málþófinu, en svona það sem kannski fólk sér minna af, það er bara hvernig hlutir voru að atvikast þetta bak á tjöldin og kannski einhver leiddu að þessu ástandi sem að þetta teiknast upp. Já, og málþóf er ekkit sem Sjálfstæðisflokkurinn er stolt, þetta var eiginlega pathetic, eða ekki? Ég myndi segja að þegar þú ert með einhverja leikreglur sem að því miður hafa tíðkast og við vorum bara útlendingamálin áðan, það var við hver einustu þinglokk alltaf var mælindaskránum full dag eftir dag þegar átt að fara að eitthvað breytingar á útlendingalöggjöfinni, eðlilega breytingar, eitthvað sem að fólki finnst bara eitthvað peanuts í dag. Það var alltaf því að mætt með miklu málþófi og enda tókst stjórnarandstöðunni þá oft á tíðum að semja þeim mál frá. Munurinn þar er þá ekki sama unitið kannski í ríkisstjórn, þar að segja sem leit hlutina alltaf sömu augum og þar með þurfti þá líka leysa úr ákveðnum ágreining innan ríkisstjórnarflokkana þá sem að því miður olli þessu að útlendingamálin því miður sátu allt og ofta á hakanum með loforðum að þetta er í fyrsta mál sem er klára næsta haust og svona sem stóðst ekki alveg. En þannig að ég held að svona í öllu falli ég held að bara fólk þurfi að bara leggja sig fram við það að leyfa þinginu að vinna sína vinnu, að leyfa nefndunum að vinna sína vinnu, virða eðlilega umsagnarfresti í stórum málum og það sé miklu líklegra til þess að valda einhverju sátt allan málsmeðferðina þó að fólk kunni að vera ósammála málum pólitískt. Já, mér finnst ég borði þetta saman við að því ég á 4 ára tvíburadætur og þær eru svona, þú veist, sjálfstæðar og vilja líka fá að ráða á svona að þetta er svolítið eins og þú veist ef að við varum búin að vera að tala um að tampustokkur og fara að sofa eitthvað og svo láta þær bara eins og þessi dýrvillusaður og er að kasta sér í gólfið og einhvern veginn svona og svo, þú veist, næði einhverju fram að busta og þá allt í einu bara svona, getum við ekki hort á einn þátt í viðbót, skilur þú veist, auðvitað er engin samningsvilji, þegar bara strax í fyrstu umræðu, er þetta bara lengsta umræða, fyrsta umræða, þingsugunar og það vita allir bara leið í hvaða farveg þetta er að fara
og svo eru svo þetta komið í nefnd og þá er verið að tala að bjóða fólki sem skilaði ekki inn umsögn og fá bara hinn og þennan nefndamann, þú veist, auðvitað kemur þetta bara út eins og enn frekari töf og enn meira málþóf bara inn í nefndarstörfunum og mér finnst einhvern veginn bara magnað að láta svona og fara svo að tala einhvern samningavilja og bara eitthvað svona, þú veist, já, akkur viljið ekki semja við mig, skilurðu, þegar maður er einhvern veginn búin að vera, þú veist, að brjóta glugga og þú veist, bara eitthvað piss í vaskin í partíinu, skilurðu, að bara svona, akkur viljið ekki tala við mig, skilurðu, þannig að, og samaskapi, þegar þú ert búin að vera reka það í löngu máli í fyrstu umræðu, að frumvarp sem einn gallað, menn sjá síðan aðeins á seinni stigum, sem sýnir einmitt hvað þetta var hráðvirkislega unni. Það er bara eitt atriði sem var svona auðvelt að pinpoint og hafði verulega áhrif. Hvað er það samviskulega stjórninni þegar að vinnubröðin eru þessi staðin fyrir að ríkisstjórninni sem hefði verið svo auðvelt fyrir það að gera? Að draga málið tilbaka, vinna það betur og leggja aftur fram í haust. Já, strákar, já, gjörðu svo. Svara þessu. Já, ertu með eitthvað að segja? Nei, bara samanlega öllu sem allir segir. Nei, af því ég myndi að gera þetta, þannig að ég ætla að biðja Benni að vera stuttári núna, af því að ég ætla bara að reyna að hafa þessu undir 17 klukkutímum. Þannig að við limitum okkur hvað í kortir að manna. Bara einn stutt af því Andrés og Leifur Jóns að svara, tala verkstjórnuna miklu, kláruðu rúmlega 40 mál af þeim 100 sem við lögum á dagskrá. Er þetta að kalla þetta verkstjórn? Sko, mér finnst það bara eiginlega að kalla sig ykkur að verkstjórn án þess að vera búin að sýna nokkuð skapaðan hlut. Þú skalt frekar láta skrifa það þig einhvern tímann í einhverjum eftirmála hvort þú hafi verið verkstjórn eða ekki. Fram að því ertu bara ríkisstjórn og þetta er skattahækkarar ríkisstjórn sem er starfandi. Það er nýlega búið að taka saman í fyrirspurn að skattar á Íslandi eru eiginlega þeir hæstu innan OECD. Ef þú dregur frá framlög til varnarmála eða í lífeyrissjóðskerfið, ef þú dregur þetta frá, þá ertu með hæstu skatttekjur eða tekjur eins og opinbera á mann innan OECD. Og þetta er ekkit þetta er engin sölræða fyrir sjálfstæðisflokkinn sem hefur verið í svona miklu miðjumóðs ríkisstjórnum, en þetta er engu að síður staðan. Svo erum við núna komið í ríkisstjórn sem er bara með það keppikefli og vorum með mörg slík mál núna fyrir þessu þingi að ætla að hækka skatta enn frekar, menn að sjávarútvegurinn er eitt, þau ætla að hækka skatta á 84.000 íbúa, mikið til kraganum með því að þvinga sveitarfélögin í hámarksútsvar og þetta var þrátt fyrir að flokkarnir töluðu allir það að ætla ekki að hækka skatta á almenning, þá var þetta mál sem við vorum stolt af. Nú að fara að afnema samsköttun hjóna og Jónas núna með 3 ung börn og lögmaður, þetta er algjörlega galið, það sé að vera að grafa undan fjölskyldu einingur með þessum hætti og vissulega þetta er ekki kannski lágtekju fólk sem að verður fyrir missa þessu, en það eru mjög margir sem eru kannski ekki með mjög háar tekjur sem fjölskylda sem verða fyrir áhrifum að þessu og mér finnst að vera vond upp á þessar ríkisstjórn, þannig að þú spyrir mig, er þetta verkstjórn? Ég myndi allan að, ég fagnaði að þessi mál hafi öll dáið drottninsinum núna á þessu þingi og þó maður viti að þau bara býða okkar til haustsins. Það voru fleiri mál víxlverkun, örorkubóta og verðbólgu. Það er mál sem að menn hafa tölur ágjör af og áhrifin þess á hinn vinnandi mann og hans eigur í lífeyrissjóðunum. Menn hafa líka bent á það að áhrifin hans líku gætu orðið þau að örorkubætur verði herri en laun verkamanna á Íslandi og hvers konar hvata það kunna skapa. Alls konar sem verður bara gott að taka umræðu og það er ágætis hugsun sem liggur til þess að baki þess að tryggja öryrkjum mannsæmandi líf og kjör og sjálfsögðu. En stundum kveikir í einhverju og það verður að einhverju allt öðru en kannski ætlaðir. Þannig að það er eins og verkstjórnin mikla, hún er með 60 mál sem að bíða þeirra til haustsins og kláruðu slatta málum sem voru unnin af forverðu þeirra í ráðuneytunum. Það er hægt að nefna útlendingamálunnar oppu, þau voru kláruð, það var ágætt, menn ætlu að nýta það og hafa þau aftan við veiðigjöldin, svona til þess
að geta trommað einhvern upp gagnvart almenningi að sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og Framsókn væri á móti breytingum á útlendingalögum og þetta var gert sko. Svo að því bara mætt með dagskrártillögu þar sem var lagt til að þessi mál færi bara undan. Þau voru snögg afgreidd. Þannig að það stendur ekki að stjórnarandstöðunni að samþykkja og fjalla góð mál. En það var 40% af málunum sem voru samþykkt núna að þessu þingi voru samþykkt á sama tíma og umræðan veiðigjöldin stóðu yfir. Já, sko ég held að ég geti klárlega að kalla þetta verkstjórn í þeim skilningi að hún allavega sammála hvaða verk eigi að vinna sem kontrast við ríkisstjórn síðustu 7 ára sem einhvern veginn gat ekki sameinast nokkuð skapaðan hlut nema það sem skipti nákvæmlega engu máli sko. Þannig að verkstjórn í þeim skilningi og við skulum líka ekki gleyma því að þessi ríkisstjórn tekur við á sko, hvað var það, Þorláksmessu ekki rétt muna hjá mér, 21. eitthvað þar bil, þannig að þetta í rauninni bara hálft þing sko og stór hluta því þá eru ráðherrar að koma sér fyrir í ráðuneytunum og fá skýrslur stöðumála og einmitt sko. Þannig að ég mjög spenntur fyrir komandi hausti þar sem að einræðin aðeins komin í gang og fjárlög á leiðinni og svona sem verið að stefna sko. Ég væri til í að nýti þessa samantekt sko háskattalandið Ísland af því núna bý ég sko í Danmörku sem borga miklu hærri skatta. Ég náði þessu ekki alveg sko, var þetta hæstu tekjur hins opinbera innan OECD að frádregnum varnarmálum og lífeyrissjóðum. Já, þannig að Íslendingar með háar tekjur og borga þess vegna háar skatta, við draugum frá eitt stærsta útgjaldalið hins opinbera í öllum öðrum ríkjum nema Íslands og tökum lífeyrissjóðskerfið með sem skatta. Þetta er cherrypicka til helvítis. Nei, alls ekki. Það verður bara leiðir þetta fyrir réttum breytum hérna. Við erum með 0 útgjöld í varnarmál. Hvernig eru lífeyrissjóður skattur til dæmis? Nei, útgjöld til lífeyrismála af því þú ert með lífeyrissjóðun utan við þetta. Það er að segja, þú ert ekki með gegnumstreymiskerfi sem hún var ræða á þann. Nei. Þannig að þú ert að leiðir þetta fyrir því að samanskapi og þú ert ekki með sömu útgjölda þörf ríkisins í málaflokkin. Þannig að af hverju ættur að telja til útgjöld sem við höfum ekki fyrir hendi hérna í Íslandi. Við erum með þessar færri málaflokka til að standa undir allri hinni þjónustunni og erum að borga hæstu skatt. En af hverju ættur að taka það frá? Bara því ég gerði það og nú erum við að ræða þetta hefur tekið saman á þinginu. Sko ég ekki það að ég ætla að fara ég er engin sérstakur skattamæður sko. Það er mér mjög leiðilegt að borga skatta þarna út í Danmörku sko. Ég held að Íslendingum finnist almennt leiðilegt að borga skatta þegar sjá ekki að séu að skil einhver og það er kannski verkefni þessara ríkisstjórnar er að fólk fari aftur að finna fyrir því að þau opinbera sé að gera eitthvað gagn, að það sé verið að byggja vegi, að heilbrigðiskerfið sé farið að virka fyrir fólk, að því þetta í aðgerðaleysi síðustu ríkisstjórnar, þessi tæplega 2 kjörtímabil, það var einhvern veginn þrúandi á landanum, það fann einhvern veginn fyrir innviðunum grotna í kringum sig og samt var það að borga skatta og maður einhvern veginn spyr sig í hvað eru þeir að fara? Það fór í lokunarstyrki, hlutabótaleið, við vorum að díla við COVID, við vorum að díla líka við eldgos, það sem öll Grindavík keypt upp. Það er náttúrulega skammtímaminni hjá fólki sem er að gaggrina útgjöld síðustu ríkisstjórnar er náttúrulega með ólíkindum. Sko, kostnaður við COVID var stjartfræðilegur og að bera það saman við einhverja vegagerð er náttúrulega móðgun við veiruna skeiðu. Já, ég meina þú veist, þegar öllu er botni hvort þá er skilið eftir mjög lélegt bú, það er innviðaskuld og risastór fjárlaga halli og það er náttúrulega verkefni þessar ríkisstjórnar umfram nokkuð annað er að loka þessi göt og ekki nóg með það heldur þar líka að koma því einhvern til fólksins að það sé verið að vinna í þessu málum sem hafa legið eftir allan þennan tíma. Ég minni á að þessi ríkisstjórn var búin að vera í 3 ár sko þegar COVID eða 4 ár tæplega þegar COVID skall á. Það heyrist eitthvað minna reyndar handaleysa ríkisrekstur núna. Það er ekki það skiptið máli. Ég myndi að sko gera þetta örstutt, ég ætla að spyrja þig Jónas, ég ætla að byrja þig núna mér langar að spyrja út í Reykjavíkurborg þið náttúrulega berið fulla ábyrgð og Reykjavíkurborg búin að vera þar við stóla síðan bara dag B síðan ég berið fengist með pólitík allavega þetta er eiginlega svo Reykjavíkurborg sem þið vildu sjá
56% á móti þéttingu byggðar, alltaf fá bílastæði, lítil sólabirta íbúðum, fólk býr hliðin á hvort öðru, bókstaflega nánast í sömu íbúð. Þetta draumurinn eða eitthvað? Já, sko, ég held að... Og húsnæðisverðið og allt það? Já, sko, þéttingastefnan kemur náttúrulega ekki út úr tómarúmi. Þú veist, það verið að horfa fram á það að annarkvort þéttu við byggð til þess að gera almenningssamgöngur nógu skilvirkar til þess að þessi hægt að reka þar vel, eða við erum bara að fara að bæta við akrein eftir akrein og og þetta verður bara ein stór bílaborg bara eins og Los Angeles eða Shanghai eða þú veist, name it, skilur. Og lausnin getur ekki verið að bæta bara alltaf við annari akrein eða önnum mislægum gatnamótum, af því þú finnur alltaf bara annan flöskust út. Þannig að sko ég held að þéttingastefnan sem slík sé rétt. Ég skal hins vegar alveg viðurkenna það að sko ég held að það sé orðið tímabært nú að fara kannski aðeins að stíga á bremsuna, og það sem ég væri til í að sjá er að sko að það sé fara að líta til annara möguleika með það bara fyrir huga að byggja þar þétta byggð, skiluru, og og gera ráð fyrir til dæmis almenningssamgöngur þarna út. Og það sem ég væri sérstaklega til að sjá er sko, og það sem ég held að sé getur verið bara nokkuð, ekki alfarið, en nokkuð stór hluta lausnin á húsnæðismálum, er að það sé farið að byggja sko ekki þessar litlu quote-unquote ódýru íbúður. Ég held að það sé engin lausn, að því að byggingakostnaður er bara þannig og marginnar eru þannig í byggingageiranum að þessar íbúður verða aldrei nógu ódýrar til þess að fyrstu kaupendur geti keyptar. Það var úttekt frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fyrir styrstu að einungis 20% ríkustu einstaklingar þjóðarinnar getur staðist greiðslumat fyrir þessum nýju íbúðum. Það sem þarf að gera er að opna, og ég þekki það bara því ég er þessari stöðu sjálfur, það þarf að opna fyrir fólkið sem er á húsnæðismarkaði en er að leita við að stækka við sig. Það sem er í ódýru íbúðunum sem eru nú þegar til staðar, það þarf að finna leið fyrir þau til að fara annað, því þau eru inn í húsnæðismarkaðinum, skilur, þau eru búin að njóta góðs af verðhækkunum síðustu ára og þau geta fært sér miklu auðveldar en einhver sem stendur fyrir utanmarkaðin inn í þessar nýju íbúður. Ég skil bara ekki fyrir hvernig verða að byggja þessar svoköllu ódýru nýju íbúðir. Þær eru bara alltaf dýrar fyrir fyrstu kaupendur og það er engin annar sem hefur áhuga að búa þeim, sko. Já, sko, varðandi þéttinguna, þá er eitthvað sem að mér finnst fólk oft rek upp svona stóru augu þegar við ræðum þetta, eru þessi vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins. Það er í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem að bara samkvæmt lögum, sveitarfélögum ber að setja sér saman. Þá er búið að draga línu svona í aðri byggðar víða og svona aðeins út fyrir hana sem hefur verið að byggja í dag línu þar sem að þú mátt byggja innan. Utan hennar, þá máttu ekki byggja. Þó þessi í landi, segjum Kópavós, og við hefum nú feikna mikið land í svona hálfa leið til Bláfjalla og við getum ekki farið þar að stað í dag af því að við erum bundin að þessum vaxtamörkum. Til þess að sko breyta þessum vaxtamörkum í dag, þá þarftu samþykki allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Allra. Og Reykjavíkurborg hefur alveg skýr með það, að þau hafa verið mjög fylgjandi þéttingu og ekki verið til viðtals það að færa vaxtamörkin út. Það er kannski að koma aðeins annar hljóð. Það er svona eins og með ESB að fólk stundum prónar yfir sig í eina átt og sér afleiðingar að því annars staðar og vill þá bregðast við. En það er hins vegar engin formleg endurskoðun farin af stað. Það er ekki beint vilji til þess að taka sko, fyrir einstaka reiti, svona eins og maður heyrir þetta, þó að maður eitthvað sjá kannski að reyna almennilega á það. Heldur miklu frekar að fara í svona heildstæða endurskoðun. Þegar við setjum þessi vaxtamörk sem er 2015 ef ég man rétt, að þá er svona gefin ákveðin svona líðþróun, þar að segja bara fólksfjölgunar spá sem að við höfum sprengt algjörlega utan á okkur og það ætti þá að næja okkur að segja að okkur er fjölgarhraðar og við þurfum þá af augljósum ástæðum að taka þetta svæðisskipulega upp. Ég er sko sammála því að auðvitað eigum við að sko þétta skynsamlega. Mér finnst það gefa auga leið. Við erum að gera það í öllum sveitarfélögum, í Kópavogi erum við að gera það sem dæmi á Kársnesinu, það sem að svona eldri og óþrífalegri iðnaður er að víkja fyrir íbúabyggð með þjónustu
og atvinnustarfsemi og þú getur nefnt slík dæmi allar bara ansi mörg hverfi allt höfuðborgarsvæði. En svona, ég myndi halda þetta hafi kannski verið svolítið, svona pendulin hafi sveiflast svona fullmikið aðra áttina. Menn áttu þess á því að umferðin væri að þyngjast mjög og bílum að fjölga á fullum og umferðin að þyngjast, maður finnur það. En leið, þá hluti þeirra umferða, það bara fólk sem að flutti í Ölfus eða Hveragerði eða Akranes og að koma keyrandi nákvæmlega sem leið og væri að koma úr grafvóginum og stíflan kannski ekki efst þar. Þannig að það ekki eins og fólk sé bara hverfi, það býr eitthvað staðar og þessi maður getur annars kalla þessi sveitafélag bara útkverfi í dag, höfuðborgarinnar. Þetta þú ert ekkert lengi að keyra þarna og þau hafa, mætti segja, notið góðs af þessu. Það hefur verið heppild ef okkur hefur tekist að byggja upp svona atvinnukjarna víðar en bara niður í miðbæ og borgatúni, það sem að bölki liggur, Landspítala staðsetning nýja er óheppileg. Ég man að ég var á landsfundi, þetta er einn af mínu fyrstu landsfundum, hvað það verið 2013, hvernig það var. Það sem menn voru að takast á staðsetninguna og þá gerði landsfundur sér mjög stóran hluta grein fyrir því að þetta væri óheppileg staðsetning út frá umferðarflæði, en það er bara búið að vinna þetta það lengi að menn svo við erum að setja allt aftur nokkur ár með að fresta þessu og það var mjög aðkallandi framkvæmd. Þannig að það mátti segja að menn hafa lengi vita að það stemdi alveg í, ég segi ekki slirskilið með staðsetninguna, en engu að síður, hún er allavega ekki til fallin að dreifa umferð betur. Það voru hugmyndir að byggja hann frekar á Vífilsstöðum og svona, en þá var nánast búið að taka skóflustökur að verkinu og kannski ekki tækt að breyta því. En ég held að svona, hugsunin kannski, ég myndi segja fyrst og fremst, það sem ég held að sé jákvætt á liðnum árum, að menn eru farin að hugsa byggðina miklu meira út frá samgöngum. Það er að segja ekki bara útkverfi, heldur miklu frekar teikna góða samgöngu ása og þar skuli byggðin vera þéttust. Að það er líka eðlilegt að fólk hafi eitthvað frelsi til þess að velja hvar það vilji búa. Hvort þú vilji búa í útkverfi með stærra húsi, garði, bílskúr og allt þetta, eða hvort þú vilji vera meira miðsvæðis með þá meiri þjónustu kringu þig og betur tengt við almennsamgöngur sem framvegis. Það er auðvitað þessi hugsun sem ég fagna varðandi borgarlínuna, er að þá erum við farin að hugsa skipulega út frá samgöngunum. Okay. Og það er mörg ár síðan sú stefna var mörkuð og þegar að fólk vil svona draga í landvarandi almenningssamgöngunar, það held ég að sé svona ansi hæpið af því að hverfin eru byggð með það í huga, þarna í yktursu dæmunum við Reykjavík eru ofástæði. Ég held að það sé ástæðan fyrir þessar íbúðir eru illa að seljast, en engar síður í hverfum hérna hjá okkur í Kópavogi, þá er þetta oft bara með einn bíl á íbúð í stæði, sem þó umtalsvert meira en svona í yktari dæmum í borginni, en engar síður þá þýðir það að þú kemur ekki þangað inn með 4 manna fjölskyldu og 4 bíla eins og margir í okkar gamla hverfi þekktu í göttunum Já, klárt. Stutt spurning á ykkur báða, ég ætla að byrja á Jónasi núna. Mér langar aðeins að ræða bara stöðun á flokkunum. Þetta var vel svarað með Reykjavíkurborg. Andri var nú meira sammála Jónasi bjóst við, en það er bara flott. Nei, ég var alveg ósammála Jónasi, en þetta er annars. Já, við vorum gríðarlega ósammála. Staðan á flokkunum, Jónas, við sjáum það að Kristján Frostad er með rosalegt persónufylgi, Samfylkingin hefur standað sig vel, mælist núna með 31% og þetta bara fer hækkandi. Ég meina, Samfylkingin, hún heldur bara áfram í eldhúsinu eða ekki? 31, voru ekki 35 hérna rétt fyrir Vestló? Jú, örgulega komið 35 núna, örgulega 37 núna, Mér finnst þetta fullgeist risið hjá Samfylkingunni, ég vilja sjá þetta meiri svona stíganda. Ég held að þetta sé mörguleiti eitthvað svona fylgi yfir bara framistuðu stjórnaraðstöðuna frekar en að fólk sé endilega eitthvað svona orðið eitthvað grjóthart samfylkingafólk og það er náttúrulega fylgi sem maður vill sjá bara svona algjörlega út frá rekstri stjórnmálaflokka. Það viltu frekar byggja upp eitthvað svona kjarnafylgi sem helst hjá þér frekar en eitthvað sem getur bara þótið út í vind bara leið og búið til kosninga og kosningabaratan hefst. Og þá spyr maður, en Kristrún er náttúrulega klárlega bara superstjarna í íslensku pólitík. Ég leið mér bara fullir af það, Öllu einhvern veginn meiri blikur á lofti finnst mér hjá Sjálfstæðisflokknum og þetta er ekki, ég er ekki að reyna að hafa neina stæla, þetta er bara svona mín kalda lesning á þessu, Þetta minnir óneitanlega á einhvern veginn United þegar Sir Alex fór, skilur það var svona aðeins farið að Bjarni Benisver Alex, ég sammála því. Já, að þú veist, hann einhvern veginn fer
og ég sé ekki sko, ég batt miklar vonir við Guðrúnu sem stjórnmálmann, mér fannst hún bara fín sem dómsmálaráðherra, skilur, ég ekkert alltaf sammála en mér fannst hún svona standa sig vel út frá sínum forsendum. Mér finnst það ekki hafa skilað sér í hennar formannssetu. Mér finnst sjálfstæðisflokkurinn ekki alveg tala í takt, mér finnst hann ekki alveg einhvern veginn vera með puttan og púlsinni eins og hann var alltaf sko. Sjálfstæðisflokkurinn var einhvern veginn oft bara alveg beintengdur inn í landan sko. Þannig já, ég veit ekki, ég Þú litlar á að gera sjálfstæðisflokknum? Nei, já, þú veist, ég hef alltaf á að gera sjálfstæðisflokknum sko, ég hef alltaf á að gera Framsókn sérstaklega, en ég allavega, þú veist, út frá mínu minni dauðlegri tilveru sé ekki einhvern veginn svona augljósa upprisu sjálfstæðisflokksins, skilur, það geti alveg gerst að það verði eitthvað klúður í ríkisstjórninni eða whatever og spilin breytast bara leið, en ég allavega sé ekki svona auðvelda leið til þess. Nei, Andri, ég ætla að spyrja þig sko, þeir meðal í þessari könnun sem ég með, sorry, ef ég á gamalli könnun sjálfstæðisflokkur með 80% í þessari könnun sem ég með þarf sjálfstæðisflokkur mögulega að wake up and smell the coffee að fólk kannski hefur lítið svak og þolumæði fyrir því að sé að verja LÍ og stórútgerðina. Sko talandum þinn kjósendahóp og bara þín gildir sem flokkur, þá auðvitað var sjálfstæðisflokkurinn alltaf að fara að taka slæginn gegn þessari aðförið alltaf því aðföra að sjávarútvegi, eins og það myndi gera fyrir allar aðrar atvinnugreinar og hvað sem líður öllum yfirlýsingum að menn séu mættir til varnar fyrir LÍU, þannig að menn fara svo langt aftur í forneskjuna eða eitthvað annað, það hefur ekki mikil áhrif, menn gerir svo vel grein fyrir því að tenging almennings oft í dag ansi takmörku við sjávarútveginn, þá sýrlagi á höfuðborgarsvæðinu og af þeim sökum, þá fann maður alveg, get ekki logið því að maður finnur það alveg úti, að það sé bara eitthvað svona stemming fyrir, bara heyrðu, hækkum bara skatta á þetta lið. Það er bara eitthvað búin að vera núna í nokkur ár, og erum ekki að hlusta þjóðuna? Vaxandi, sko, þú hlustar á þína kjósendur og kjósendur sjálfstæðisflokksins eru meðvitaðir það að háir skattar eru letjandi á atvinnulíf og mér finnst oft gott að spyrja fólk sko, telur fólk að sjávarútvegur væri á betri stað í dag ef hann hefði búið við þessa nýju skatta samfélgjarinnar síðastliðin 20 ár. Haldið að Keresis hefði orðið að veruleika? Haldið að Marel hefði vaxið eins og það gerði? Eða Skaginn sem reyndar farin undir núna, en fram að því, þessi fyrirtæki sem voru mjög burðu tæknifyrirtæki og í ýmiss konar nýsköpun, þetta hefði sennilega margt bara dáið einhvers staðar á teikniborðinu einhvers staðar, því að það illa gengi að sækja fjármögnun í þetta. Þú getur heimfært þetta yfir á allar atvinnugreinar og menn eru þess vegna á þeirri skoðun í sjálfstæðisflokknum að veita fólki andrými til þess að fjárfesta í sínum rekstri, vaksa og burðu fyrirtæki, þau skila til samfélagsins. Það er betra að fá minna miklu en lítið af miklu og mikið af litlu. En enga síður þá voru menn mættir til leiks að tala fyrir þessum sjónarmiðum. Kannski engin sérstöku vinsældakeppni en þetta er þessi slagur sem að stjórnarflokkarnir ákveða að setja á núna í upphafi kjörtímabils og það verða mörgönnum mál á þessu kjörtímabili þar sem að sjálfstæðisflokkurinn fær tækifæri til að láta sitt ljós skína. Algjörlega. Við erum mættir í Kópavoginn. Jónas Már og Andri Steinn hvet hlustendur til að adda þeim á Facebook. Þeir eru með áhuga að vera að pistla oft sko. Ég notaði það mikið í undirbúningi þáttinn sko. Ásins Kristjáns í ákvörðum daginn í frábæra þetta sem var að tala um Kópavogsmódeli í leikskólamálum. Líklega besta módelið sem til á Íslandi, þar til í las pistilinn hans Jónasar. Þetta er ekkert svo frábært módel eða eitthvað. Sko, ég ætla ekki að fara að rakka niður Kópavogsmódelið. Það er alls ekki þannig. Ég held að það sé mörguleiti gott. Ég held að lausnir fram á við í leikskólamálum geti ekki annað en tekið með að það þurfa að bæta starfsaðstæður leikskólakennara. Þar með bætur mönnun. Þar með nærðu upp einhverjum krítisku massa af mönnum þannig að þú getur farið að auka þjónustu upp á nýtt. Kópavogsmódelið hins vegar er dýrt. Þetta eru dýrustu leikskólar á
höfuðborgarsvæðinu og bara með miklu mun. Sumir þættir þess ekki beint í rökréttu samhengi við markmiðið sko. Þannig að þú veist, til dæmis það rosalega systkinaafsláttur en þú getur samt alveg rekið Kópavogsmódelið og náð fram sömu áhrifum en með miklu meiri systkinaafslátti. Sama með sko, þú veist, þetta líka bara hluta til ósanngjarnt sko. Ég meina þú ert með þú ert með gjaldfrjálsa vistun 6 tíma og leiður komin upp í 8 tíma, bara venjulegan vinnudag að þá ertu farin að borga miklu meira. Dýrar nokkuð staðar annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Nema sveitafélagið stígur ekkert þarna inn á milli. Þannig að þú veist, þau sem eru 0 tíma, þau fá niðurgreidda þjónustu frá þeim sem eru 8 tíma. Þau borga brúsan fyrir þau. Án þess að sveitafélagið auki eitthvað við sína þáttöku frá á milli þessara kerfa. Allt í lagi. Þetta er líka svona að mínu viti sérstakir hvatar ef maður horfir svona samfélagslega sko. Ég er alveg á því að börnum er best borgið með foreldrum sínum og það sé jákvætt að ýta undir að þeir verji sem mestum tíma með foreldrum sínum en þú veist get real, skilur, fólk þarf líka að mæti í vinnu og við viljum að fólk mæti til vinnu, menn að leikskólar eru bara grunninnviði fyrir atvinnulífið og við viljum að fólk sé að eignast börn en við viljum líka að fólk sé að vinna og hvernig höfum við list það vandamál gegn tíðina það með leikskólavistun þannig að þú veist ég ætla ekki að fara að rakka kerfið niður, það er ekki það en ég held að séu klárlega gallar þarna sem ég bæta sérstaklega bara hvernig þessi uppdröpun, hversu skörp þessi uppdröpun er og ég átta mig á að það er, þú veist, hugmyndin með kerfinu, uppdröpunin sé skörp en hún er of skörp og þetta er ekki sanngjarnt og þetta nýtist helst þá bara einhverju svona, þú veist, opinberu starfsmönnum með styttingu vinnuvikunar eða einhverjum mannauðsstjórum sem geta tekið daginn heima eða eitthvað svona, fólk sem er, þú veist, það sem ég myndi kalla bara í venjulegri vinnu, þú veist, ég veit ekki iðnamenn eða fólk í vaktavinnu eða whatever. Það getur ekkert nýtt sér þessa 6 daga sko. Ja, 6 tíma, 6 tíma segir. Sko, ég verð nú að Hann er það ósamlega. Já, við erum það. Sko, byrja að segja það að svona heilt yfir hefur maður áhyggjur á því hvernig fæðingatíðin er að þróast á Íslandi og annars þar í Vesturlöndum og svona þegar maður er að velta því fyrir sér þá er það kostnaður fjölskyldna sem að held ég hafi tölur áhrif en auðvitað ýmsir aðrir þættir bara atvinnusókn kvenna og bara aðrar hugmyndir fólks hvernig skuli verja lífinu. Það er eins og það er en leikskólamál klárlega er eitt af því sem að held ég að sé svona mikilvægt að svona hafa til grundvallar. Þegar að við tökum við sem að núna mönnum þennan meirihluta og förum að rýna kerfið í Kópavogi þá var staðan bara ekki góð. Gríðarlega mikið af lokunum, marga deildir ómannaðar og þar af leiðandi ómannaða börnum líka, ekki hægt að veita þjónustu að hefur ekki starffólkið. Skammtímaveikindi mikil, langtímaveikindi tölver líka, eða bara mikil. Og við fórum að hugsa hvernig í ósköpunum getum við bætt þessa þjónustu. Og það er myndaður býsna stór hópur með fólki innan úr kerfinu, foreldri, meir og minnihluta og það voru ýmsar leiðir skoðaðir í þessu og svo leið sem að við fórum er þar sem að núna er talað sem Kópavogsmódelið. Það sem að við gerum þarna er að 6 tímatir eru gjaldfrjálsir og þegar Jónas talar að það sé miklu dýrara að hafa barn í Kópavogi en annars staðar, þá er það auðvitað með að við þegar hann er að tala 8 tíma visturinn, ég ætla að koma þess inn á það eftir en fyrir 6 tímana, þá er það þetta gjaldfrjálst með öllu og það er alveg miklu ódýrara fyrir fólk að hafa barnið sitt í 6 tíma í Kópavogi heldur en í nokkru öðru sveitarfélagi. Þegar við komum upp í 7 tímana þá er sem dæmi á pari að hafa eitt barn á leikskóla í Kópavogi og Reykjavík þegar þú tekur líka inn í myndina fasteignagjöldin sem þú ert að borga í sveitarfélaginu. Þannig að það er bara kostnaður, við vorum að skoða daginn bara til gammans af því að þetta er bara kostnaður sem er að falla á fjölskyldunar og þannig að bara alltaf setja í samhengi fyrir fólk að þegar þú ert með skattana háa einu stað. En við erum að ræða leikskóla. Já, en ég bara segja til að setja í samhengi. Það sem gerist þegar við förum í þessa breytingu er að þá förum við úr 212 lokunardögum niður í 0 og ég var gaman að skoða þetta bara áðan af því að ég þóttum að vita að við kemum inn á þetta
og það skoðaði hver áhrifin eru í Reykjavík af lokuninu þar og þar voru þetta 3600 börn sem urðu fyrir skerðingu á þjónustu og sum hver í nokkra vikur og talandi venjulegt vinnandi fólk, hver heldur vinnunni í slíku árferði, þar sem færði enga þjónustu og til hvers að klappa sér á baki þau eru að taka við miklu eldri börnum inn í leikskólan en í nágranna sveitarfélögum. Þannig að við náðum að manna deildnar okkar að fullu eftir að fórum þessar breytingar, ekki einn lokunardagur, núna 2 vetur í röð eftir þessar breytingar, við jökum við afslættina fyrir þá tekjulæri og það líka hefur sýnt sig í okkar könnunum á þessu að tekjulæri hópurinn, hann mun ánæðri með þessar breytingar heldur en þau tekjuhærri. Þar að auki leikskóladagur barna á Íslandi sá lengst í Evrópu. Hann meðaltali 8,2 tímar í mandarétt og mun lengri en allstar annars þar. Víða er verið að skammta fólki pláss. Ef þú ert í námi, ef þú ert í fæðingarorlofi, þá er bara bannað hreinlega að mæta á leikskólann. Að þú þarft ekki að þjónustuna að halda. Hvar eru réttindi barnsins í þessum? Þetta var leið sem við skoðum líka. Er það eitthvað að fara að skammta þannig að við einhvern veginn gerum öðrum kleift að komast inn í staðinn, þetta er ýmsar leiðir að þessu, við ákváðum fara ekki þá leið. Ef þú horfir líka á bara þróun leikskólagjalda aftur í tíman, þá kostnaðar vísitala leikskólana, ef þú hefur látið verðskrána fylgja bara frá 2005 til dagsins í dag, þá væri leikskólagjöld yfir 100 áskall á mánuði. En, Jónas nefnir allir systkinaafsláttinn og svona, og við höfum stöðugt verið að gera breytingar á kerfinu okkar, sem dæmi fórum við fyrst í 6 tíma fasta á dag sem gast fengið til að njóta þá gjaldfrelsis, breytum því síðar í 30 tímar á viku til að koma til móts við vaktavinnu fólk. Það eru foreldrar í venjulegum vinnum, eins og lýst sem hafa stytt vistunartíma sinn í kringum mig, þar sem að annað foreldrið fer kannski aðeins fyrir í vinnuna og skutla barnina á sér og hinn skutla barnina á sér og sækir á móti, reyna að virkja ömmur og afa. Bakland fólks er ólíkt, en heildar niðurstaðan þessi, við erum allan búin að ná stjórn á leikskólamálum í Kópavogi og mér finnst það ekki til að keppa að vera með lægstu leikskólagjöld á landinu eða höfuðborgarsvæðinu eða hvernig sem fólk vil stilla því upp og ná ekki að veita þjónustuna. En engar síður, þetta er Já, eins og ég segi, ég held að Andrea mögulega verið að gýra sig upp í einhvern harðari slag en þú veist, eins og ég segi, ég skil alveg hugsuna með Kópavogsmódelinu. Ég held að séu vangallar á því, niðurstaðan er svo að ef þú ert að vinna í 8 tíma, að því menna, þú veist, það er nú bara eitthvað fjórðungur þjóðarinnar eða eitthvað sem er með styttingu vinnuvikunar. Langflestir eru ennþá með 39 tíma vinnuviku. Þannig að 8 tímar er ennþá standardin hjá lang flestum, eða svona upp að því og svo gefur við kannski ráð fyrir að einhver þurfa að fara á milli bæjarhluta eða allavega keyra í smá tíma eða whatever til að sækja. Þannig að þú veist, 8 tímar er ennþá bara raunveruleikinn hjá meiri hluta þjóðarinnar, þeim sem eru út af vinnumarkaði. Og mér finnst þetta bara dýrt. Það er bara, þú veist, mér finnst þetta bara þannig þjónusta að sveitarfélagið þurfi bara að koma meira til móts við það. Þetta eru það mikilvæg innviði bara fyrir allt atvinnulíf. Menn við sjáum að þau burðu fyrirtæki út í bæ eru farin að bjóðast til þess að stofna leikskóla fyrir starfsmenn sína. Það eitt og sér sýnir bara hvað þetta er mikilvægt fyrir mönnun fyrirtækja og það eru þetta eitthvað sem við viljum. Þannig eins og ég segi, ég skil alveg hugsunum með Kópavogsmódelinu. Ég held að sé rétt nálgun að leggja áherslu á að tryggja mönnun og bæta starfskjör og það þurfa að vera öll starfskjör. Ég líka þeirra skoðunar að það þurfa að koma til móts við vanandi bara laun og önnur starfskjör. Að það sé lausnin fram á við til þess að það sé hægt að ná svona upp einhverjum massa í kerfinu en á meðan er verið að vinna að því, þá finnst mér ekki sanngjarnt að það sé venjulegt vinnandi fólk sem er bara að vinna sína 8 tíma á dag sem er látið bera hallar á því og þau sem græða á því er fólki sem er með annarkvort sterk bakland eða getur unnið heima eða er með sveigjanlega vinnutíma eða hvað nú er. En það er reyndar ekki alveg rétt af því að kostnaðurinn við 8 tíma börnin er ennþá meiri. Bærin borgar meira með börnum í 8 tíma en 6 tíma. Það er að því þú sparir í munnun á móti fyrir 6 tímana. Þegar við hækkum þetta þá er þetta 13.000 krónur á mánuði sem að þetta vinnandi fólk sem að Jónas er að lýsa getur þá gengið að því vísu að það fái þjónustuna á og
í leikskólum þar sem að ég held að verst hafi þetta verið 10 vikur í röð þar sem að foreldrar voru heima 1 dag í viku. Ég held að getur fengið svona yfir 90% af þeim sem að hefðu nú freka vilja borga þá aðeins meira og geta gengið að þjónustunni vísi. En þú breytir ekki hlutum með því að breyta engum. Það nú bara eins og það og kerfið var úr sig gengið. Það þetta áhugavert að sjá að svona utanfrá virðist eins og Mosó sem með ódýrari gjaldskráin Kópavogur. Þar bara einhver annað taktur í leikskólastarfinu. Það verður að segjast og ég hef svona stundum velt þessu fyrir mér að því að þau eru með býstna á ódýra gjaldskrá og virðist vera freka fá að lókunum það. Allavega svona heyrir maður ekki mikið af því. Þau eru vísu með skráningakerfið sem vera skráði með 8 daga fyrirvara að þú ætlar að vera lengur til hádegis á föstudögum. En þú bara setur það í reminderinn eins og bóka þér teg í golfinu eða hvað það er. Og þannig að það ekki þannig að þetta sé einhver kannski endilega töfralaust fyrir alla. Nei. En í tilfelli Kópavogsbæjar og í þeirri stöðu sem við vorum komin í, þá myndi ég ekki gera þetta öðruvísi ef við færum tilbaka. Nei. Ég held sér bara að koma að... Rittarspurningar loka leiðum, ég verið að beða Jónas afsökunar, ég búin að lofa hann 90 mínútum og þetta orðin 3-4 framlenging. Ganga á 3 tíman. Hann kannski að fara að svæfa eða eitthvað, ég veit ekki, ég ætla nú að krakkna sér fann þér að sofa. Ekkert annað en ánægilegt, ég verð að segja að þetta búið að vera virkilega skemmtilegt. Já, tjóðlega búin að standa sig vel, ekki skemmtilegt að mæta svona hláða? Ég held að þessi nýr Viktor Unnar að fæðast hérna í tveimur lúgum. Já, Viktor Unnar. Að því að hann auðvitað góðinu þáttarinn sem við fáum reglulega til okkar og þessi tveir menn. En ég var búin að gleyma þess að það er samstagsæðan okkar. Ég var búin að klikka okkur. Heldur betur að steypla sér rækilegin, virkilega skemmtilegt og gaman að sjá hvað þið eru drengilegir einnig í... Já, þeir eru, já. Já, það er ekkert að skerast inn í þetta hefðan. En rittarspurningarnar að sjálfsögðu búið lengur. Settu spenni í leikinn og tippaðu þar. Setta blik sem átti val á sundaginn. Það er okkur góðu stuð á það. Já, og síðan aftur, ég var að tala fyrir því að setja á káir. Nei. Þetta búið að brenna þá peninga. Já, nei. Og þau skip líka. Það er bara málið með, því ólíklega sem því herri stuðl að lengjunni. Já, þannig, já. Áhvert. Og ef þú klikkar, það var auðvitað bara ertast eða við Íslands íþróttalíf og það er svolítið murun á þeim og öðrum hann úti. Rétt. Og svo varstu eitthvað að tala Wake Up and Smell Like Coffee á hann. Já, Höstrand. Það eru Höstrand, ég var auðvitað að gefa ömmu minn núna á dögunum forláta Höstrand vel sem að hún var hæst hana með og amma eins og varst með á myndin annan daginn. Já, fótbolta.net, já, en strákar, hefði þið smakað Höstrand kaffi eða? Já, toppurinn. Já, það er umlað þræl gott. Já, það ég hef örgulega fengið ekstra þar, mjög gott kaffi. Jú, núna man ég eftir einum helviti góð kaffi. Það er sannlega Akkurat. Og svo er það Subway. Þeir vilja bara vita strákar, er það hitta eða rista? Já, það er svolítið þar. Hægri vinstri. Rista, alltaf rista. Rista, já. Eru að tala bátana? Já. Hitta, Já. Vá, það splittið sér. Rista er gamli skólinn, Ég fór í hita, þeir eru komið nýtt álegg. Hægeldaðan kjúkling. Já. Hann er rosalur. Kristrún elda hann líklega. Já. Hún er líklega verið að elda hann. En Andri, nóg það. Hann er búin að tala um golfið. Já, af því að þú ert nú golfmaður. Þú varst aðeins að tala um það fyrir þátt. Já, kannski formálin sá að við erum auðvitað með Eagle Golfmaður. Rétt. Og þær voru stofnaðar sumar 2022, fóru fyrst til Quinta Marina í Portugal. En síðan þá hafa 1000 farþegar ferðast með þeim. Sælar. Og unna vel við 10 ára reynsla og íslensk farastjórn. En Andri, einföld spurning til þín, hver er fórgjöfið? Herru, hún er sennilega, ég er að býða þér að hringu gerðar sem þetta inn. Okay. Það er lækkun. Okay. Þannig að ég er svona vonandi að fara niður fyrir 20. Já. En þetta er svona, eða þá slefa það rétt fyrir hún. Já. Er þetta fyrsta sinna? Já. Hvernig hefur sumarið verið í golfinu? Það er bara verið nokkuð gott. Já. Eitthvað sem þú mæli með fyrir einhver golfvöldu sem þú mæli með? Ég verður að mæla bara með Grafarholtinu. Það er minn uppáhaldsvöllur á Íslandi. Já. Jónas, ertu eitthvað í golfinu? Nei, ég er í veiði, bæði stang og skot. Og svona fjallamennsku almennt og svo er það skíðin og
Þannig að það er nóg dagskrá. Ég held að sé bara ekki á það bætandi Nei, að setja gólfið með sko bæði einhvern veginn í svona græju kostnað og svo bara tíma sko. Veiðagólf, er ekki svolítið það eða? Nei, ég myndi ekki segja það, það er að gera bæði ef þú átt skilir sig að konu. Mjög gott, sko, rittarnir auðvitað. Við erum með hægri sinna rittar, ekki bara segja hlutinni svo er skín í gegna, spurningarna voru nú hölluð aðeins á Jónas, hann fær að bökin aðeins. Aðeins á bökin, við kannski bara setjum tónu strax eða þeir. Liggur framtíð samfylkingarinn í populisma? Er fyrsta spurning, Jónas? Já, það held ég, nei. Ég verði að taka undir það. Nei, ég meina sko, hvað meiniði? Populisma, hann ef eitthvað finnst mér sko hafa verið svona afturhvarf til klassískrar jafnaðarstefnu, þar sem við erum bara að tala um atvinnu uppbyggingu, innviða uppbyggingu, klassískt velferðarkerfi. Það er ekki populismi, það er bara það sem sósíaldemókratar hafa talað frá bara hugmyndafræðilegum barnsárum sínum og áherslur sem systurflokkar okkar á Norðurlöndum hafa haft bara alla sína tíð og byggt upp mjög farsæl samfélag á baki þeirra sko. Þannig að ég veit ekki hvernig það á að heita populismi sko. Ég myndi segja að við ekki séu populísk. Ég ætla að skjóta inn í að því að þetta er lengri spurning frá honum Sveini Þór sem að senda henn. Svona er ljósið þess að flokkurinn þrýsti í gegn veiðigjaldafrumvarpi sem allir málsmetandi sérfræðingar segja að hafi verulega neikvæð áhrif á þjóðarhagsmuni, einfaldlega vegna þess að það skora vel í skoðanakönnunum. Hann gefur ekkert fyrir þetta. Já, ég meina þú veist þetta er leiðandi spurning allir málsmyndandi sérfræðingar hvað kallar málsmyndandi það er bara ekkert rétt sko og sömuleiðis að við séum að elta þetta því þetta er vinsælt, það er heldur ekki rétt og þetta er eitthvað sem flokkurinn hefur talað fyrir frá stofnun sinni sko. Það má bara flett upp í stofnskráni árið 2000, þá var enda að tala um að bjóða út kvotan, núna er bara verið að reyna við sko markaðsverð á fiskinum, það er ekki populískar en það sko. Má ég gefa spurningur engun, ég ætla að nota bara grunnskóla hvaran, þetta er bara blár. Bara litið nei, þetta er góð spurning. Næstu mögulega verið næsti grænn. Það verður grænn, Hrafnkell Freyr spyr er ekki komin tími til þess að hægri og vinstriflokkandi dragi sig aðeins til hlés og leyfi Framsókn að stýra landinu? Já, það væri nú að komin tími til að Framsókn fái loksins að vera í ríkisstjórn með allt sitt fylgi sko, allt sitt umboð. Nú er tíminn, þetta er náttúrulega Framsóknarflokkurinn mjög áhugaverður sko, því hann hefur aldrei verið risa stór. Nei. En ef maður skoðar Íslands söguna þá er hann sennilega áhrifamesti stjórnmálaflokkur, því hann hefur alltaf geta tengt hina flokkana með sér sko. Með Hermann Jónasson og Tryggva Þórhallsson og Steingrímur Hermannsson og þú veist alla þessa röð af einhvern veginn svona mjög örlagaríkum leiðtogum, allt Framsóknarmenn. Ég er alltaf skíthræddur við Framsóknarflokk. Já, Sjálfstæðisflokkurinn er hrifinn af Framsókn sko. Já, ég get sagt það eins og í Kópavogi, það hefur gengið mjög vel með Framsóknarflokknum þetta. Ég á svona, svona skrýtnu sambandi við Framsóknarflokkin, getur sagt. Svona, þeir eru, stundum finnst manni þeir vera að nála okkur í skoðunum og stundum ekki alveg eins. Og það er kannski svolítið eðli Framsóknar, þeir hafa svona geta svolítið... Það er mín upplifun líka, sko, sem segir alltaf bara allt sem segir það, sko. En allavega í Kópavogi hefur þetta gengið mjög vel. Já, orðið hlöðast maður, Birkir Snær á næstu, hann spyr mun flokkur fólksins sætta sig við að vera notað sem skúringamoppa næstu 3 árin? Væri kannski ekkit verra fyrir Samfó og Viðreisn að stjórnin springi og þau getur losnað við flokk fólksins með við síðustu kannanir? Ég veit ekki alveg hvernig maður á að svara þessu sko. Ég meina flokkur fólksins gengur að þessu og fær mjög stór mál inn í ríkisstjórnarsáttmálann og mjög stór mál sem eru lögð fram að þessu þingi sem þau drífa áfram sem reyndar komist mörg hver ekki gegn í ár en maður væntir þess bara sjá þau þá í haust. Þannig að ég held að flokkur fólksins fá nú bara ágætlega fyrir sinn snúð í þessari ríkisstjórn enn sem komið er sko. Já, það er ekki bara rétt hjá honum. Nei, Andri. Jú, mér finnst þú vera að fá ansi lítið fyrir sinn snúð, annað en stólana og höfðu þetta að fá að halda eftir styrkjónum sem að Daði krafði ekki endurgreiðslu á en við kannski býðum og sjáum. Já, hvernig var það alltaf að Guðrún ekki endurgreiða þá alltaf? Já, það hlýtur að fara að koma. Það er ekki komið.
eðlislega ólíkt sko að við viljum ræða þetta styrkjamál en Nei, tökum það næsta þetta já, setja frá 3 kortir í það. Já, Var veiðigjaldafrumvarpið smokescreen til að fela aðgerðarleysi í hagræðingatillögum og verðbólgu? Spyrja. Já, sko, ég aðeins svona séð bóla á þessu, mér finnst það smá svona premature, sko, menn vera að hlaupa aðeins á sig með það, þú veist, þessi ríkisstjórn hefur ekki ennþá lagt fram fjárlög, sko, og, meinar og ég veit að menn eru bara mjög busy við að reyna kúkka, sko, og finna penning og hagræða, sko, þannig þannig ég bara býð eftirvæntingar, ég meina fjármálaáætlunin eins og hún er alltaf svona rosa high level, skiluru, ekkert voða margt einhvern veginn til að grípa í svona fast þar, sko. Já. En ég veit að það er verið að vinna þessa vinnu, skilur, bara að því ég á vini sem að og mömmu starfi í ráðuneytinu. Já, reyndar, við ræðum ekki stjórnmál á þennan hátt, sko, en bara, þú veist, ég veit að það er verið að leita krónum, sko. Þannig að ég bara býst við að sjá endurspeglun þess og ég held að ef maður lítur á þetta svona pólitískt þá náttúrulega sko töluvert af trúveruleika Kristúrnar til dæmis undir að lækka verðbólgu. Þannig að ég held að það verði alltaf forgangsatriði, sko. Já. Smokescreen, Andri? Ég segi kannski ekki smokescreen, ég held að þetta hafi þetta leiði við, þetta er eins og við fórum yfir á hann aðeins populist, en hins vegar ekki samfærir það að verðbólga muni fara neitt sérstaklega niður í tíð þessar ríkisstjórnar. Krónan er mjög sterk þessar myndir, verðbólgan væri hærri ef það væri ekki tilfellið og það hefur sem ekkert bólað á neinum af þessum hagræðingar aðgerðum. Þetta er allt bara enn sem komið bara tillögur og pappír frá fólki út í bæ. Margar hverja mjög góðar og væri óskandi að sjá ríkisstjórnina að fylgja þessu fast á eftir. Þetta var frábær hugmynd, held ég. Ég held að allir getum tekið það. Já, alveg sammála. Og þetta var öflug byrjun, en þetta er ekki í fyrsta skipti sem að einhverjum tillögum er skilað á blaði sem að til að hagræða. Já, við spyrjum á leikslokum í þessu, en ég hvet ríkisstjórnina sannarlega til dáða í því að reyna að hagræða og það eru þetta skipti langmestu máli launakostnaður ríkisins. Þar eru stóru peningarnir í þessu en það er líka langmest sársökin og maður sá það strax að forsvarsmenn stéttarfélagana voru mættir leið og þessi tillaga vernd opinberra starfsmanna leit þess ljós og fór að tala gegn henni. En það er líka sársökin hjá Samfó því að þetta er alltaf opinberra starfsmenn sem er að kjósa það. Já, það er í gamla dag ef þú kíkir á síðustu körnuna þá eru bara allir að kjósa. Þetta droppaði sem ægan þegar að segja þetta, sko. Já, ekki spurning, en við erum að sjálfsögðu með David Jones. Vá, Andri hefur nú smakað þær. Já, hann fengi að smakka á þeim, já. Ég fekk að smakka helgina, verslunarmanna helgina, af því að það er oft verið að tala sko jarðarberinn og lakrísinn, að steypa þeim saman í, eða taka þess að dölu og klemma það saman og jafna síðan að þeim. Þrælgott, en ég fekk að smakka sáur kóla og lakrísinn. Vá. Það var ekki síðra. Já, það eftir. Það kom mér óvart. Já. Herri, veitu hvað heitir þessi? David Jones. David Jones, ég hef bara þekki umbúður, ég vissi ekki hvað þú eru að fara en ég hef keypt þetta nokkur sinnum og sérstaklega saltlakrísinn. Hann er hrikalega góður. Hann er alltaf komað sterkur. Já, hann náði okkur Sonju allan á vagnin. Já. Já, hann er góður og svo er þetta aftur Andri þínum menn, þú sérstakur aftur á okkur, ég elska þegar menn taka þátt í auglýsingunum, sko. En frumeri allir með 7-8 að drífa sig í skoðun. Hversu gott er að vinna með Ára Hlöðu sinni? Bara svona á skalum 1-10. Rittarspurning frá okkur. Það er ekki 11. Stensna skoðun. Já, hann er bara, þetta er algjör toppmaður, yfirvegaður, svona Bliki. Já, náttúrulega bliki og blúsi klættan alltaf. Bara svona, hann er bara vel jarðtengdur. Ég myndi að svara því þannig og það er bara mjög gott að vinna með slíku fólki. Já. Lúkas Leó spyr til Jónasar, hvað tekur í bekk? Hann var svolítið síðan í maksaði, sko. Ætli ég tæki ekki svona, ég myndi bara skella mér að bekki núna, svona 90 kannski. Já, ekki slæmt það. Hvað er maxið? Það er píkið. Maxið ég held ég að mest ekki 95, sko. Það er ekkert mikið meira en það, ég er ekki mikill bekkja maður, ég er með svona bakvesen og alls konar, sko. Núna er ég að taka svona miðþungar squats bara til þess að ég geti setið í skrifborðið á daginn, sko. Já. Til andra frá Patrik Sigurðssoni, XRP eða Bitcoin?
Það góð spurning. Ég á ekki XRP en ég á eitthvað popbacon. Þannig að það svar spurningri. Hver vinnur opna breska í ár? Andri? Já, ég veit ekki. Rory. Rory, já. Ég hugsaði líka sko, en það bara því að það svona nafn sem kom einhvern veginn sko. Er þetta ekki heimaðli hjá Rory? Jú, það ekki. Jú, ég held að. Það var eitt sem við náum ekkert að fara yfir að því að við erum alveg á klukkunni en mér langar að hrósa Jónasi fyrir bollalegi bannaðar eftir 22:00. Andri, þú hlýtur að vera sammála Jónasi þar. En af hverju er þetta skiltið hann? Hvar er þessi mynd tekin? Sko, ég fekk þessa mynd bara að senda, ég var út í Danmörku því ég skrifaði hennar pistil. Ég reyndar fór hérna í labbitúr með dæturum minni niður að Lindaskóla, þar sem við Andri vorum í grunnskóla. Það er líka skiltið, sko, þannig það er til 11 hérna í Kópavogi, sko. En ég held að þessi mynd sé tekið einhvers staðar í Austurbænum, Reykjavíkur. Þetta er líka ná íbúar sem er að piða með þetta. Já, ég get ekki trúið öðru, sko. Nei, í guðanabænum leiðir fólki að krökkum að vera á sparkvellinu eins lengi að vilja, sko. Já, og maður einhvern veginn hefur svona mikla samúð með ungu fólki, sko, því það er einhvern veginn bæði og þú veist, sko mann alltaf hljómar eins og gamall kall Já, við erum að verða það, sko. Þú veist, en ég er ennþá það ungur að ég man hvernig það var að vera úlingur og ég á líka ungbönn, þannig ég er farin að sjá fyrir mér hvernig heimurum verður þegar þau verða stærri. Að ég hef mikla samúð með ungu fólki að bara á þessum örfáu árum er einhvern veginn samtímis verið að gera ótrúlega miklar kröfur til þeirra að þau mega ekki gera neitt og þau verða bara að haga sér eins og séu fullorðin. Alltaf vera að rakkaði niður en samt mega þau ekkert gera sjálf sko, og það fá ekkert sjálfstæði sko, og hérna fá ekki að gera neitt sem er erfitt og það er ekkert sem er betra til að byggja upp sjálfstraustið þitt til dæmis en að gera eitthvað sem þú hélst þú gætir ekki. Þannig að það þarf að leyfa börnum að gera eitthvað sem er erfitt og hérna og þetta er svona einhvern veginn svona yfir allt samfélagið sko, þeim allar bjargir bannaðar, þau mega hvergi vera með ekkert gera nema bara greinlega að vera heima hjá sér sko. Einmitt, í símanum, og þá voru þau skömmuð fyrir það sko. Kapitalismi eða fasismi, Jónas, spyr Patrekur Sigurðsson. Ég er kapitalisti, ég var að segja ykkur að ég er krati ég sem þýðir bara ég er Þú ertu fasisti? Nei, ég er ekki fasisti Ég er ánægður það má forna mörgu fyrir sko góða lestarsamgöngur en ekki lýðræði sko. Bjarki Steinn á næstu hún er einnig til Jónasar. Þið Kristrún að tala gegn betri vitund í efnahagsmálum? Ef nei, rökstýttu okkur vinstri stefnan gengur upp í efnahagsmálum? Ein létt bara. Já, ein lauflétt. Nei, við erum ekkert að tala gegn betri vitund og hérna Andri sendi allar spurningar. Já, hann er búin að vera hérna í hópspjöllunum Ég sveit til Guðs, ég kom ekki nálægt neina þessu. Hvort er það kapitalismi eða fasismi og svo ertu að ræða útlendingamálin allan tíman. Nei, hérna, þú veist, þetta er bara of stór spurning til að fara yfir svona einhvern veginn á skauti hérna, en stuttusvarið er nei, ég er allavega 100% einlægt samfærður fyrir efnahagsstefnu jafnaðarmanna og hún er með gríðarlega gott track record í hérna samfélagunum í kringum okkur. Já. Bjarki Steinn fær hérna sviðið því að hann á líka næstu spurningu og þar næstu. Já, Hermann Guðmundsson vill tala um hana. Já, Hermann Guðmundsson er kemi í það? Já. Já, það er okkar maður, rafgeima fyrir fólksbílinn, atvinnutækið og mótorhjólið. Það stöðuð ekki annað að gera en að setja bílnúmerinn. Ding, ding, ding. Hei, bremsuklossa fyrir mig, nice. Já, akkurat svo típa sem ég þurfti. Það er einhver 16.000 örunúmer held ég inn á kemi.ru, það eru 17.000 í dag, já. En sko, Bjarki Steinn spyr til andra, hvernig ætlar XT að byggja upp meira fylgi því ekki gerist það með formann sem á vera því að sinna starfinu sínu? Já. Já, hann er væntanlega að vísa til þess að Guðrún var þarna viðstödd útskrift sonar síns í svona fyrstu vikum í nýju hlutverki. Ég held að hún hafi nú sýnt það að henni hafi vaxið ásmegin svona þarna vikurnar á eftir en ég veit að þetta truflaði ykkur. Það stuðið það marga. Já, og en það er ekkit annað í stuðnin að koma þá bara bíleld núna inn í haustið og það er auðvitað það sem að stendulega gera á flokknum. Það er að vera með uppbyggilega gagnrýni á þau stjórnarmál sem að munu líta dagsins ljós.
flokkurinn hefur þetta líka lagt fram helling af eigin málum sem að nutuðu sennilega ekki að komast á dagskrá þingsins. Það var náttúrulega mikill fjöldi af stjórnarmálum, þannig að vonandi fáið tækifæri til að ræða eitthvað af okkur málur, þó að það sé kannski ekki líklegt að þau náðu fram að ganga, en það getur allavega haft áhrif á bæði ríkisstjórnina og á almenning. Já. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn færi vel að hlusta meira á menn eins og Andra, skilur, því ég veit að Andri er í tengingu við venjulegt fólk, hann talar við venjulegt fólk, ég held að hann geti lesið salin. Það sem maður upplifir smá er að stjórnmálamenn, þingmenn kannski flokksins sérstaklega er aðeins búin að missa touchi fyrir því að lesa salin og að stunda alveg pólitík, skilur, þetta er búið að vera náttúrulega mikið í kringum þetta málþóf, mikið svona móti, mikið í fílu. Ég held að það sé ekki gott fyrir Sjálfstæðisflokkin sem svona vörumerki, og mér langar að nefna bara eina undantekningu frá þessu, það er Diljá Mist sem er bara stórgóð vinkona mín. Mér finnst hún hafa svona svolítið komið svona skilið sér frá kannski restina þingflokki Sjálfstæðisflokkin í því að stunda svona proaktífa pólitík. Hún er að setja mála á dagskrá, hún er að skrifa greinar eitthvað sem er í gangi út í samfélaginu og svona reyna að stunda einhverja pólitík og reyna að halda einhvern veginn sjálfstæðisstefnunni að kjósendum og ég held að það fari miklu betur. Algjörlega, vel svarað. Þriðja síðast spurning kvöldsins, hún til Jónasar, finnst flokkur fólksins verið jafnmikli jólasinnar og restin af þjóðinni, spyr Bjarki Steinn? Nei, ég meina ég ætla ekki að ljúga hlustendum og segja að mér hafi ekki fundist suma þeim málum sem hafa komið upp bara á þeirum svona kannski bara pínleg. Mér finnst þetta svona kannski ekki eitthvað sem maður vill sjá, en flokkur fólksins og kjósendahópur flokkur fólksins er hópur sem er kannski ekki það sem er þessi klassíska sýn okkar af stjórnmálamönnum sem er, eins og við Andri sem erum hérna í skyrtunni og einhvern veginn Íhaldsamir. Já, meina, þú veist þú veist hvað við? Nei, bara kannski, maður hefur einhverja hugmyndum stjórnmálafólk, það talar ákveðin hátt, lítur ákveðin hátt út, er með ákveðin bakgrunn og flokkur fólksins, stjórnmálamenn þess og kjósendahópur er ekki þessi ímynd, þannig að ég skil alveg að fólki finnst það þau matcha ekki ímynd manns af ráðherra. Nei, þetta stuða fólk. En mér finnst samt, ég ætla ekki að fara að kalla það jólasinu, ég ætla ekki að tala niður til þessa hóps og ég mun bara aldrei gera það því þetta er hópur sem leggur töluvert til samfélagsins, þetta er hópur sem hefur upplifað mjög mikið vonleysi og hefur fundið málsvara sinn í flokki fólksins og Ingu Sæland og og þau eru að tala fyrir hóp sem hefur fengið það bara óþvegið gegnum tíðina þannig að Er það að strandveiðsjóminn? Ég er ekki að tala strandveiðsjóminn í þessi tilfellinu, ég er að tala aðalega þá aldra og öryrkja sem eru kannski ekki stóreigna klárt og það eru augljóslega stærsti kjósendahópur og þá er það næstíða spurningin, byrjum að Andra núna, verða Blikar Íslandsmeistarar? Já. Og komast í riðilinn í samfélaginu. Vá, við erum að fara okkur leik í haust. Já, ég hættur það. Skoðum það, Jónas sammála. Já, ef við vinnum val núna næst, þá dettur þetta. Það verður erfitt. Herru, mér langar að enda þetta á, venjulega spyrjum við eitthvað 1-3 ungs fólks. Mér langar að vera með eins spurning til ykkar ef ég má. Er þetta búin eða? Þú veist, eru þau á tímakaup í þessu hlaðvarpi? Hvað eru búin að sitja lengi í þetta? Sko, þið eru verið, og það er ekki nema svona 3 tíma síðan Jónas hefur verið að benda var klukkum. Það er ágætt að hlustundur vita það, sem sagt, að hafa sagt okkar Andra að það voru 90 mínútum. Ég fór úr matarbóði sem ég ætla aftur í, það er búið konan mín er einhver stær í hlíðunum að bíða eftir mér með litla barnið og ég er búin að vera hérna á klukkunum við virki en þetta er samt og er rosa gaman en heimavinnan ykkar hefði mögulega getið verið betri því að ef þið skoðið þetta nokkar þá er þeir alltaf tæpið 3 tímar þetta er hræðilegt hjá okkur en hlustendur við elskum að þið hlustið og við erum ekki að hætta góðri umræðu, við bara erum þannig og ég meina, tölunar segja að fólk fílar þetta. Já, strákarnir voru sjálfur sér vestir í kvöld. Já, þeir voru mjög langir í svörum líka. Nei, það voru alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var geðveikt og þið stóðu ykkur frábælega í ykkar jómfrúar hlaðvarpi. Var þetta ekki jómfrúar hlaðvarpi eða? Hjá ykkur? Nei, bara yfir höfuð. Já, þið eru með 248 á bakinu,
Já, ég nú farið í hlaðvarp og útvarp. Já, það var eitthvað hægri Já, ég fari í hlaðvarpin ekki þess að þetta. Ekki þess að þetta, nei. Já, venjulega erum við 1 ráð til ungs fólks. Mér langar að spyrja ykkur, þeir eru báðir 2 afar frambarlega menn, búin að standa ykkur frábærlega í kvöld. Byrjum á þér, Andri, kannski 1 ráð sko til ungs fólk sem vil kannski gera sig gildandi í pólitík, sama á hvaða væng það og hvernig sem það Ég bara stay out of it. En ég sé svona fyrsta ráðið, sem ég veit ekki, þetta svona eiginlega. Hvernig gerum þessi gildandi sjálfstæðarflokknum? Sko, ég náttúrulega fór ungur í prófkjör og það myndi segja að hafi svona haft kannski jákvæð áhrif á það hvernig svona næstu skref þróist fyrir mig í flokknum og gekk náttúrulega ágætlega. En þetta svona allan í tilfelli sjálfstæðarflokksins að bara koma sér inn í einhverja af þessum unglega hópum, þar að segja félögum í ólíkum sveitafélögum og það bara kynnustu fólki, þetta svona svolítið svona gengur út á það að tengjast fólki og svo bara að bara vera duglegur að skrifa og þess vegna halda út í hlaðvarpi eða framlega myndbönd á TikTok, bara láta að sig kveða og þá oft bara koma hlutinni svolítið til þín. Já, Jónas. Ég ætla bara að tala svona beinharða íslensku sko. Ég held að ungt fólk eigi að stilla væntingar þegar hefur stjórnmálaþátttöku. Okay. Svona innan gæsalappa ungir stjórnmálamenn hafa ekki nema í örfáum tilfellum gengið vel. Andri er gott dæmi, Áslaugarnar annað, en almennt þegar eru ungir þingmenn eða eitthvað svona, að þá er þetta fólk sem hefur kannski takmarkaða reynslu, hefur í rauninni ekki nóg fram að færa til þess að gera sig gildandi og komast til einhverja áhrifa. Þannig að ég held að sko klárlega taka þátt í unglega starfi stjórnmálaflokka. Það er leiðin til þess að kynnast fólki og byrja að skapa reynslu. En ég myndi hvetja fólk til þess að stilla sig almennt með að fara hefja svona formlega þáttöku af stjórnmálum. Að því að ég meina, þú veist, ef þú ert bara rétt búið með menntaskóla eða ert í háskólan á með eitthvað, þú veist, that's not real life, sko. Þú þarft að vera búin að vinna í smá tíma og þú veist, bara eiga börn eða whatever, þú þarft að vera búin að lifa lífin eitthvað til þess að eiga eitthvað erindi og til þess að fólk taki eitthvað markaður og fram að því, það er frábært að taka þátt í lýðræðinu, það er frábært að taka þátt í flokkstarfi en bara svona alveg kalt mat bara sem ráð að þá hef ég séð fólk koma inn sem kjörnir fulltrúar, það hefur engin áhrif í 1 kjörtímabil og skolast út í næstu kosningum og svo heyrir maður aldrei af því aftur. Nei. Og þetta er bara harður sannleikur fyrir lang flesta. Já, bláköld í Ísland í lokin. Andri Steinn og Jónas Már, við náum að halda þessu undir 3 tímum. Takk fyrir frábært kvöld og megi Guð vera með ykkur. Já, sömuleiðis. Takk fyrir boðið. Takk.